svo langt síðan ég notaði þetta að ég man ekki hvað takkum gera. Já, það ljósa svo. Komið þið sæl. Kæru málþingsgestir, félagar og vinir hér í hópnum. Gaman að sjá ykkur svona mörg. Við ætlum að fara hér í dag yfir tillögur Öryrkjabandalagsins starfsgetumat og greiðslur á grundvelli þess. Við ætlum að reyna að svara spurningunum starfsgetumat nýtt kerfi fyrir hvern. Við munum fara yfir sem sagt skýrslu nefndarinnar almannatryggingar. Nefndin sem var skipuð af Eygló Harðardóttur til að endurskoða almannatryggingar og skoða þá möguleika á að fara úr örorkumati yfir í starfsgetumat. Og síðan munum við skoða tillögur Öryrkjabandalagsins í þessum efnum samfara tillögum sem að birtast í þessari lokaskýrslu eða skilaskýrslu nefndarinnar og reyna að gera þessu sem best skil. Markmiðið með þessu málþingi var að uppfræða ekki síst örorkulífeyrisþega kosti og galla bæði í skýrslu nefndarinnar og að uppfræða fólk tillögur Öryrkjabandalagsins. Ég ætla bara að gefa honum Sigmundi Erni Rúnarsinni fundarstjóra orðið og vonast til þess að við eigum hér góðan dag. Takk. Takk fyrir Ellen og takk fyrir að fá að vera með ykkur hér í dag á þessu mikilvæga fundi og að mínu viti merkilega vegna þess að hann fjallar ákveðin þáttaskil í málefnum fólks í landinu sem býr við örorku og ávonandi eftir því sem kerfið lagast að fólkinu betur með að komast út í atvinnulífið á sínum forsendum. Hér að verða vonandi einhver þáttaskil en það stórt spurn nýtt kerfi fyrir hvern. Það fyrir fólkið eða kerfið sjálft? Við sem þekkjum til kerfisins meira og minna þekkjum að það hefur oft á tíðum þvælst svolítið fyrir fólki og oft á tíðum hefur okkur fundist kerfið vera kannski meira fyrir sjálft sig en þá sem eiga að njóta þjónustu þess. En vonandi erum við að komast nær því marki að fólkið verði í fyrirrúmi þegar kemur að þjónustu við það frá hinu opinbera. Nokkuð praktísk atriði áður en við förum að kynnast starfsgetumatinu sjálfu frá þeim sem hér ætla að flytja erindi. Það vakna væntanlega einhverjar spurningar, þið endilega safnið þeim saman hjá ykkur og spyrjið þeirra þegar kemur að pallborðinu og afloknu kaffihléi. Þið getið líka, ef svo ber undir, komið spurningum sem vakna áleiðis til mín og ég mun svo bera þær upp til þeirra sem verða með mér í pallborðinu og afloknu kaffihléinu og síðan munum við væntanlega fá þá greið og góð svör við þeim spurningum sem eðlilega munum vakna hér í dag vegna þess að hér mikið hagsmunamál að ræða. Við gerum hlé klukkan 14:45 eins og stundarfjórðung og höldum svo áfram með yfirliti nokkur aðila þennan málaflokk en þar og undan ætlar Sigurjón Unnar Sveinsson lögfræðingur ÖBB að fara yfir lagaumhverfið sem í þessu efni. Starfsgetumati fjallar Guðrún Hannesdóttir félagsfræðingur og Ellen Kalmón nefndarvinnu og sérálit og svo fáum við frá Sigríði Hönnu Ingólfsdóttur félagsráðgjafa ÖBB erindi framfærslu á grundvelli starfsgetumatsins og spyrjum loks íslensku vinnumarkaði stakk búinn fyrir starfsgetumats umhverfi og þar talar varaformaður ÖBB Halldór Sævar Guðbergsson. Ég reyna að fylgja því eftir að menn tala ekki of lengi og banka í borðið ýmist laust eða fast eftir því hvað menn ræna miklum tíma. Við ætlum að reyna að klára þetta fyrir klukkan 5 í dag og höldum því vel á spöðunum og eins og ég gat það vakna margar spurningar því safnið þeim saman í ykkar ranni og komið með þær þegar pallborðið byrjar ýmist úr ykkar sætum eða komið þeim áleiðis til mín. En við skulum fá lögfræðilega hlið þessa máls sem kannski svolítið flókin frá Sigurjóni Unnari Sveinssyni áður en lengra haldið. Gjörðu svo vel.
Já, góðan dag. Það hérna gaman að heyra í Sigmundi. Hann rauninni svara allir spurningu sem ég ætla að svara. Það mjög gott. Hér finn ég Já, þetta komið. Já, ég heiti Sigurjón og lagfræðingur hjá ÖBÍ. Við ætlum að reyna að svara þeirri spurningu, nýtt kerfi fyrir hvern, almannatryggingar og starfsgetumat. Ég kom að gerð þessara skýrslu sem við erum að tala þar sem virkt samfélag, heildstæðar tillögur að starfsgetumati og framfærslu á grundvelli þess. Þeir sem komið að þessu voru Gunnar Alexander Ólafsson, Sigríður Hanna sem ræðir hérna á eftir, ég, Klara Geirsdóttir, einnig Guðrún Hannesdóttir, Daniel Ísibarn Ágússon og svo Ellen Kalman og Lilja Þorgeirsdóttir unnu líka með okkur. Það hérna, fyrst þá vil ég taka fram að við gerð skýrslunar var hérna í stað þess að horfa á einn sérstakan þátt kerfisins, þá reyndum við að nálgast verkefnið með heildstæðum hætti. Við reyndum að greina gallar núverandi kerfis, skilgreindum gallana sem áskorunir og lögum til lausnir á þeim áskorunum. Margar af þessum áskorunum eru lagalegar og ég ætla að fara kannski yfir þær hérna svona eins skýrt og hægt held ég í þessum málum. Lausnirnar, þar vörðu allt heildakerfið, lagaumhverfið, stofnanakerfið og greiðslurnar á grundvelli þess. Þetta eru sem sagt tillögur ÖBÍ að heildstæðu kerfi starfsgetumats og framfærslu á grundvelli þess. Þegar ég fékk það verkefni að skrifa hluta þessari skýrslu var það fyrsta sem vakti fyrir mér að nálgast verkefni út frá réttindunum og reyna að koma því inn í huga lesenda að þetta er réttindamál. Þetta stóra mál starfsgetumat, þetta snýst réttindi fólks og eins og Sigmundur kom að, þá snýst þetta ekki kerfið, þetta snýst fólkið. Helstu réttindin sem við erum að fást við í þessu eru einmitt rétturinn til framfærslu, réttur til vinnu og aðgengilegum vinnumarkaði, réttur til hæfingar og endurhæfingar. En undir þessu öllu er reglan jafnræði, bann við mismunun og það að tryggja hverjum einasta einstaklingi viðeigandi aðlögun á vinnumarkaði eða allstaðar í samfélaginu. Jafnréttis hugtaki eins og skýrt með sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, þá felur það í sér að neita einstaklingum viðeigandi aðlögun, það felur í sér brot á jafnræði. Og þetta svona grundvöllar pælingin líka í þessu öllu saman. Svo við komum aftur til Íslands, þá náttúrulega þessi dómur, Öryrkjabandalagsdómurinn frá árinu 2000 sem ágætt að rifja upp, því að við byggjum þetta núna allt á 77. greininni og þar sé að það sé skylt að tryggja með lögum rétt sérhvers einstaklings til að minnstakosti einhverjar lágmarksframfærslu eftir fyrirfram gefnu skipulagi og sem ákveðið sé á málefnalegan hátt, þar sé að bannaðra mismuna. Og aftur að samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, hugmyndafræðileg nálgun skýrslunnar byggir svolítið á samningnum og þeim réttindum sem felast í honum. Í samningnum gerður greinamunur á skerðingu, þar að segja einstaklingsbundnu ásökunarlagi og þeim hindrunum sem fólki verður fyrir. Með öðrum orðum, það samfélagsins að taka tillit til fjölbreytni fólks og laga sig að fjölbreytninni, ekki öfugt. Og aftur að pælingunum viðeigandi aðlögun. Og nota bene vinnumarkaðurinn fellur á sjálfsögðu undir samfélagsþátttökuna. Þannig að það eru skyldur þar líka. Hérna svona kannski grundvallar pælingi sem við erum hugsanlega að takast á við. Þetta hérna, hvað jafnræði? Það er mynd sem að sýnir 3 menn sem eru misháir og undir þeim öllum kassi og þeir reyna að horfa á einhvern hafnaboltaleik en náði ekki vegna þess að það svona einhver grind fyrir. Á mynd númer 2 búið að dreifa kössunum þannig að það geta allir séð leikinn. Spurningin náttúrulega, samningur Sameinuðu þjóðanna í samræmi við þetta og ég segi já, en þá spyr maður sig,
kannski hugmyndafræði samningsins aðeins dýpra en þetta? Svarið að sjálfsögðu jú. Ef þið sjáum þriðju myndina, þá einfaldlega búið að takmarka eða bara búið að útrýma hindruninni sem slíkri og það er komið net fyrir þannig að allir getur séð fótboltaleikin og allir staðið og hort á. Þetta er kannski grundvallar pælingin sem við erum að reyna að koma til skila. Það eiga að vera svona almennar leiðir og allir geta tekið þátt á jafnréttis grundvalli. Svo við komum aftur hingað heim og það sem ég var að tala hindranir, það þarf að tækla þessar hindranir. Kerfið eins og er núna, eins og komið var áður, að kerfið snýst kerfið og er flókið og í skýrslunni er vísað í konu sem kom til mín í einstaklingsviðtal þar sem hún sagði að kerfið er svo flókið að týnist í því og það er það sem kemur í veg fyrir bata minn. Að sjálfsögðu viljum við reyna að gera það sem við getum til þess að koma í veg fyrir þetta. Það er einnig stórt vandamál eða stór hindrun er það að sami aðili er að meta og greiða. Það er auðvelt að klippa þannig á milli. Svo er það sem ég til að vera eina stærstu áskorunum núna í núverandi kerfi er það mikill munur á greiðslum er 74% eða 75% örorkumat. Kerfið er náttúrulega byggt upp þannig að menn fá ekkert með mat undir 50% mati, þar sé að mat hjá almannatryggingunum. 50-74% þá farið við mjög takmarkað en rétturinn í rauninni stofnast flestur við 75% mat. Þetta þarf að laga. Og ég kem kannski aðeins inn að þessu eftir. Svo er ófullnægjandi framfærsla af 100% tekjuskerðingar, óaðgengilegur vinnumarkaður og kæruréttur er takmarkaður. Aftur af þeim þessum hindrunum, það er að segja þessar kerfislægu hindranir eru. Og ég er búinn að tala fyrsta þáttinn varðandi kerfislægu hindranir svona heilt yfir, þá er þetta þannig að vandamáli held ég, er það að menn hafa alltaf verið að reyna að stagbata kerfi og bútasaums aðferðin hefur verið notuð. Lausnin á því hversu flókið kerfið er einfaldlega að skrifa kerfið alveg upp á nýtt. Það er það sem við leggjum til með skýrslunni og rauninni gerðum. Önnur kerfislæg hindrun er einmitt það sami aðili er látin meta og greiða. Þetta eru hagsmunaárekstrar sem auðvelt er að skrifa út úr kerfinu með einföldum stofnanabreytingum og fara yfir þær á eftir. Og svo er ég búinn að lýsa þessum 74% til 75% örorkumati og það er lagt til í þessu hjá okkur. Það er lagt til að fjölga þrepunum og þar með grundvöll í greiðslana og þannig að menn sé ekki, þetta er ekki bara inn og út að það er að segja alveg út eða alveg inni, það er hægt að horfa kerfið bara með allt öðrum hætti og við leggjum til að það veri gert. Og svo ég komi að þessum hugmyndum nefndarinnar, ég held að Sigga kannski komi að þessu líka á eftir, er það hugmyndir nefndarinnar gangi út og það í rauninni að festa núverandi kerfi í sessi, þar sé þessa þrepaskiptingu og það er bara óásættanlegt. Með þessar framfærslu tengdu hindranir, þær eru augljósar. Framfærslugreiðslurnar eru náttúrulega bara ófullnægjandi og allir eru rauninni sammála því að þær eru það. Greiðslurnar verða að hækka og Sigga mun fara út í það hvernig við útfærum það, hvernig þetta mun hækka og hvernig við erum að rekna út hvernig það eiga að hækka. Svo líka þetta sem að mann þekkja, það er þessi sérstaka framfærsluuppbót sem gerir það náttúrulega verkum að margir sem að eru með minnstu tekjurnar fá ekkert út úr því að bæta við sér vinnu, þannig að það er tómt mál að tala einhvers konar virkt samfélag eða kerfi sem á að vera þannig að hvetja fólk til vinnu. Það er innbyggt inn í kerfið þessi rosalega villa sem að bara verður að laga. Við erum búin að tölum og nýtum öll tækifæri til þess að fara fram á það. 100% skerðing á fyrstu 40 skallin sem fólk er að fá eða 70 skallin í lífeyrissjóðum. Þetta gengur ekki upp og þetta verður að laga. Við erum búin að tala fyrir þessu alltaf og svo virðist sem að menn séu ekki að
hlusta á okkur. Það er það er þriðja áskorunin sem að ég nefndi ekki en í breytingum okkar þar sem við erum að tala með stofnunarbreytingarnar, þá komum við vekk fyrir það sem að rosa margir lenda í. Það er að segja að þegar þið þurfa að reiða sig á greiðslur opinberra aðila, þá eru menn hent á milli Pontiusar og Pílatusar og fólk í mjög óljósi stöðu að minnstakosti til að byrja með. Eins og við horfum á þetta þannig að einstaklingurinn fer í mat til mati fyrir fram í miðstöð starfsgetu og endurhæfingar, en sá sem að bera ábyrgð greiðslurum vinnu- og velferðarstofnun, VAFFS, sem er svona sameinaða þá sem að bera framfærslukskilduna, þannig að það einn aðili sem einfaldlega bara greiðir og þegar við kemur inn þá greiðir út, þannig að þetta meira svona kerfi það sem greitt fyrst og spurt svo, ekki öfugt. Það mitt punkturinn í því að þetta snúast einstaklingana, ekki kerfið. Ef eitthvað gerist eftir það, þá bara getur kerfið tekið á því og það verður ekkert vandamál. Þannig að menn þurfa bara að hugsa þetta aðeins upp á nýtt. Svo þetta sem við erum að tala vinnumarkaðstengdar hindranir, óaðgengilegur vinnumarkaður. Halldór Sævar náttúrulega fer yfir þetta, en ég ætla að setja þetta í réttindasamhengi. Því það segir í 27. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks að aðildarríki skuli gera viðeigandi ráðstöfunir til þess að tryggja rétturinn til vinnu verða veruleika, meðal annars með því að setja lög sem banna mismunun á vinnumarkaði, tryggja aðgang að vinnumiðlun, endurmenntun og starfsráðgjöf, skapa atvinnutækifæri bæði á opinberum almennum vinnumarkaði, stuðla að frumkvöðlastarfi og tryggja viðeigandi aðlögun á vinnustað. Jafnframt vil ég hamra á því að það á sjálfsögðu samfélagsins að taka tillit til fjölbreytileikans og það verður að veita þeim kallað viðeigandi aðlögun. Í skýrslunni World Report on Disability segir að viðeigandi aðlögun á vinnustað geti meðal annars verið að gera umsóknar á ráðningarferli aðgengileg, aðlögun vinnuumhverfis, aðlögun vinnutíma og útvegun tækja sem tryggja þátttöku. Alþjóðabankinn gerði þetta ruðningsmódel og mjög merkilegt að Öryrkjabandalag Íslands og Alþjóðabankinn náðu saman því að Alþjóðabankinn gerði þessa skýrslu og býr til ruðningsmódel til þess að útrýma hindrunum sem kom í veg fyrir atvinnuþátttöku. Þá segir þar bara í þessu að aðildarríki skuli tryggja bann við mismunun í lögum, kvóta á vinnumarkaði, baráttu gegn ranghugmyndum og vitundavakningu verður að eiga sér stað hjá stjórnendum. Það verður að vera hvati til atvinnuþátttöku og kerfin verður að vera almenn. Þetta sem sagt bara mjög merkilegt að við höfum skrifað skýrsluna og svo fundum við þetta. Það einn punktur sem að mér finnst vera mjög mikilvægur og sem hindrun fyrir því að fólk bara, myndi ég segja, geti náð sínum rétti fram. Það það að tryggja verið kærurétt einstaklinga hjá lífeyrissjóðum og starfsendurhæfingarsjóðum. Ein af þeim áskorunum sem greindum kerfinu svo staðreynd að þegar einstaklingar treysta lífeyrissjóð til framfærslusinnar hafa mjög takmarkaðan rétt, oftast engan rétt, til þess að kæra ákvörðun viðkomandi lífeyrissjóða. Þeir verða að treysta á gerðardómsfyrirkomulag sem dýrt og tímafrekt. Að sama skapi eru ákvarðanir starfsendurhæfingarsjóða ekki heldur kæranlegar til óháðs aðila. Ég hef bara séð og það var komið til mér mál þar sem að einstaklingar vilja komast í endurhæfingu hjá starfsendurhæfingarsjóði en þeir bara segja nei og þar við situr. Og þannig að það verður að tryggja kærurétt einstaklinga hjá starfsendurhæfingarsjóðum og í lífeyrissjóðum. Það mjög sérstakt að þegar fólk að reiða sig framfærslu frá sjóðum sem eru svona í rauninni með eins og með lífeyrissjóðuna, ef þú fær ekki framfærsluna þaðan, þá náttúrulega fer þetta framfærslan yfir til ríkisins. Eða þetta náttúrulega þetta samspil sem í gangi. Þannig að in the end þetta náttúrulega alltaf ákvörðun sem að skiptir rosalegu máli fyrir einstaklingana og ríkið og hvernig sem það Þannig að það verður að tryggja það einstaklingin geti tryggt sinn rétt í þessum málum og þetta vantar. Og sem sagt þetta veldur óánægju fólks með kerfið
og það auðvelt að leysa þetta með þeim hætti að skilgreina ákvarðanir þessa aðila sem stjórnvaldsákvarðanir, sjálfsagðar reglur sem ætlar að tryggja jafnræði og vanda málsmeðferð myndi þó gilda ákvarðanir þessar aðila. Við leggjum því til að ákvarðanir verði kæranlegar til úrskurðarnefndar velferðarmála, eins og er útskýrt í skýrslunni, sem hefði þá vald til þess að endurskoða ákvarðanir þessar aðila. Það vantar sem sagt óháðan aðila til að endurskoða ákvarðanir sem að varða grundvallarréttindi fólks. Hér þarf að breyta lagaumhverfinu til þess að tryggja einstaklingum rétt í kerfinu og eins og mantra mín er orðin í dag, kerfið á snúast fólk en ekki kerfið sjálft. Þá aftur að þeim stóru lagaleg hindrunum, og ef ég ætla bara að taka kennaran á þetta, þá er það þannig ef þessi 3 atriði sem eiga að sitja eftir það sem ég er búin að segja, þá er þetta þessi atriði. Það er það að þessi stóru lagalega hindranir eru þær að samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks hefur ekki verið fullgiltur og engin lög sem banna mismun á vinnumarkaði á grundvelli fötlunar og kerfið er hvatalítið eða hvatalaust. Allstaðar, og nánar rökstuðningur er þessi, allstaðar þar sem starfsgetumatskerfi hefur komið á fót er lagaumhverfi með öðrum hætti en hér. Þannig að rammin er bara öðruvísi. Í fyrsta lagi eru öll ríkin aðilar samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 164 ríki eru fullgildi meðlimir í samningnum, ég endurtek 164 og við erum ekki þar á meðal. Við verðum bara að fara að fullgilda samningin og strax á eftir fullgildingu og sjálfsögða lögfestan. Hérna áður, þá nefndi ég það að allir þeir aðilar sem hafa hort á áskorun á vinnumarkaði nefna mikilvægi þess að fötluðu fólki verði ekki mismunað á vinnumarkaði. Við hér á landi höfum ekki heldur tekið upp slíka löggjöf og þetta er til dæmis fyrirmyndin gæti verið Direktív 2078 frá Evrópusambandinu og það er sem sagt frá árinu 2000, þannig að það er búið að taka 16 ára að reyna að koma sér gegn og það eru eitthvað sem er að stoppa það og það finnst mér mjög skrítið. Varðandi viðeigandi aðlögun þá get ég komið með eitt bara einfalt dæmi sem að bara koma upp í gær. Ég hitti doktorsnema frá Austur-Evrópulandi og hún hafði lent í slysi og þarf á aðlögun á vinnutíma og vinnuaðstöðu að halda. Hún gæti og getur í rauninni í sínu ríki byggt upp kröfu sína á aðlögun á vinnumarkaði á grundvelli laga. Við hér á Íslandi þurftum að treysta góðvildi vinnuveitanda þegar kæma svona málum. Þegar hún átti á sig að löggjöf sem banna mismun á vinnumarkaði var ekki hluti á íslensku réttarkerfi sagði hann einfaldlega This makes me sad. Eins og áður sagði verður að breyta kerfinu í það átt að raunverulegur hvati til vinnu verði skapaður. Á meðan 100% skerðing er enn við lýðir tómt mál að tala virt samfélag. Þannig að þetta eru, eins og segi, 3 punktar sem þarf að laga áður en haldið verður lengra áfram vegna þess að þetta eru svona grundvallar forsendur að kerfið geti gengið upp. Með öðrum orðum, ramminn er bara ófullnægjandi og það þarf að laga svona fyrst. Takk. Takk fyrir þetta góða erindi, Sigurjón, og augljóst að það er verk að vinna. Við erum átnir eftir bátar, jafnvel þeirra þjóðar sem við viljum ekki bera okkur saman við þegar kemur að réttindamálum fólksins okkar og augljóst að við þurfum að taka okkur ærlegt tak í þessum efnum. Við viljum oft til ykkur vera meðal bestu þjóða í heimi en þegar aðeir gáð þá er margt sem þarf að bæta til þess að fólk búi bara við almenn mannréttindi. Þessi fundur snýst nú rauninni bara fyrst og síðast það að fólk hafi réttindi. Við höldum áfram, við erum að nálgast réttan tíma, þakk sé fyrsta ræðumanni. Förum hér yfir í félagsfræðina hjá Guðrúnu Hannesdóttur sem fjallar starfsgetumatið sem er jú breytingin á því sem var og hét örorkumat. Gjörðu svo vel.
Ágætu þinggestir. Eins og þau komið fram að þá viðfangsefni mitt hér starfsgetumatið eins og það birtist í tillögum ÖBÍ. En í rauninni ég að fjalla allan annan kafla má segja sem að í útgefnum tillögum bæklingi Öryrkjabandalagsins. Þannig að það svona rétt að líta tilbaka til ég. Ég ætla að vera með sögulegt yfirlit, að ræða hans hugmyndafræðina, fara í gegnum hugtök og síðan hugmyndir og tillögur. Og látið ykkur ekki bregða, en á næstu 2 glærum eru alls 17 sögulegar stiklur, 11 ártöl frá 1981 til 2013. Þetta svona gert til að hrella ykkur aðeins að hafa öll þessi ártöl. Það leyfir svona ellusmelli að gera slíktir þætti. Þannig verður stundum hugsað tilbaka það allt það starf nefnda og fólks í gegnum árin sem hefur verið að fjalla þessi mál, en stundum finnst mann eins og ekkert hafi gengið fram á við. En eitt samfélag fyrir alla, eða social inclusion, hefur langt skeið verið alþjóðlegt baráttumál samtaka fatlaðra. Nefna má að 1981 var alþjóðar fatlaðra, en nær okkur í tíma og tengt efni dagsins var Evrópuár fatlaðra 2003, þar sem þátttaka á vinnumarkaði var sett í brennidepil. Það ár kom tilskipun Evrópusambandsins skyldur vinnuveitenda og aðlögun vinnustað og einnig skýrslan Transforming Disability into Ability stefnumótun í atvinnumálum fatlaðra innan OECD. Og svo hér heima, 2006, hugmynd að betra samfélagi, eitt samfélag fyrir alla. Þetta var hugmyndavinna og sameiginleg málefnaskrá ÖBÍ, Þroskahjálpar og Landssambands eldri borgara. 2006, ný lög vinnumarkaðsaðgerðir, þar sem kveðið var á að atvinnumál fatlaðra skyldu vera á verksviði Vinnumálastofnunar, það var 2006. Síðast en ekki síst í þessum stiklum, eins og komið verið inn á, að þá var það samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðra sem undirritaður var 2007 en ekki fullgildur enn. En umræðan slíkan samning, hún nær nú langt út fyrir raðir fatlaðra. Brá okkur ekki núna. Ég skulle ekki eins og reyna að lesa þetta. Ég seti þetta heila hérna upp á glæru. Hér sem sagt fyrir þá sem ekki fá séð þetta, að þá hérna kraðak af ártölum og texta á einni glæru. Ég skulle ekki eins og ég sé að reyna að lesa það sem flæðir þarna út á glærunni. En samt alls ekki allt að ræða sem þar gæti verið. Langt í frá tæmandi. En ég ætla rétt aðeins að stikla á nokkrum atriðum. 1989 samþykkti Alþingi þingsályktun fullgildingu alþjóðasamþykktar starfsendurhæfingu og atvinnumál fatlaðra. Það sama ár heimild til greiðslu endurhæfingarlífeyris sett inn í lög almannatryggingar. 1999 örorkumat innleitt samkvæmt sérstökum örorkustaðli. 2005 kemur skýrsla starfshóps starfsendurhæfingu. Þar eru skoðaðir möguleikar á starfsendurhæfingarmati í stað örorkumats. Þetta var 2005. Tillaga miðstöð starfsendurhæfingar. 2005 stipar forsætisráðherra nefnd, bollanefnd svo kallaðra. Henni var falið að gera tillögur endurskoðun og samræmingu á viðmiðum til mats á örorku og leiðir til að efla starfsendurhæfingu. 2007 kemur skýrsla bollanefndar með ýmsar tillögur varðandi breytingar á örorkumatskerfi yfir í starfsgetumatskerfi, en hugmyndavinna og niðurstöður þessara skýrslu hefur verið lögð til grundvallar í ýmsu af því sem síðar hefur unnið í þessu efni. 2009 kemur svo skýrsla faghóps drög af starfshæfnismati og svo 2013 þá var skipuð nefnd, eins og við þekkjum, félags- og tryggingamálaráðherra endurskoðun laga almennar tryggingar
fjallað skal starfsgetumat í stað örorku. Skýrslan kom út í febrúar 2016. Þannig að þið sjáu það, stundum finnst manni eins og maður sé að tala sömu hlutina, ekki bara árum heldur áratugum saman. Hér er ég að reyna að smetla yfir á næstu glæru, sjá. Í sérstakri bókun við skýrslu Bollanefndar frá 2007 þá leggur fulltrúi hagsmunasamtaka fatlaðra í nefndinni áherslu á að vinna við útfærslu og framkvæmd tillagnanna megi ekki undir neinum kringumstæðum verða til þess að skerða rétt öryrkja, heldur sé ný réttindaræða og tækifæri til sameiginlegrar þátttöku og lífsstæði. Og einnig að tillögum hagsmunasamtakana einföldun almannatrygginga og ótekjutengdan grunnlífeyri skulu finna stað í nýju kerfi færnismats og mats á starfsgetu. Með svokallari virkri velferðarstefnu, Activation Policy, má segja að byggð sé brú milli velferðar og atvinnumála, virk þáttaka, viðunandi framfærsla. Sigurjón talaði þetta nokkuð hérna áðan. En þó svo að krafan virkni sé á hendur einstaklingnum, þá þá ábyrgð samfélagsins að leggja til aðstoð og úrræði, fjarlæga hindranir og opna leiðir. Þarna því gagnkvæmar og rétt að ræða, virkt samfélag fyrir alla kallar eftir og byggjar á stefnumótun stjórnvalda, áætlun og úrræðum til virkrar þátttöku, einn vinnumarkað fyrir alla. Ég veit að ég að endurtaka sömuleyti það sem Sigurjón var að segja áðan, en ég ákvað að leyfa þessu bara að fljóta með aftur. Ég held að vera aldrei of oft sagt. Nú samkvæmt sáttmála Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, þá skuldbinda aðildarríkin sig til að gera ráðstafanir til að auka vitund getu og framlag þessara þegna sinna. Og í skýrslu OECD frá 2003 segir að vinna skuli gegn útskúfun, stuðla að sjálfseflingu og virkri þátttöku fatlaðs fólks á öllum sviðum samfélagsins, ekki síst launavinnu. En jafnframt þarf að tryggja örugga afkomu þegar fötlun takmarka getu til að afla launatekna. Í alþjóðlega flokkunarkerfinum færni, fötlun og heilsu, ECF, ekki einvörðungu tekið tillit til líffræðilegra skerðingar heldur einnig umhverfis og félagslegra þátta. Ekki þarf að skilgreina orsakir heldur aðeins afleiðingar. Víkjum þá að nokkrum hugtökum sem að koma við sögu í starfsgetumati. Með hugtakinu starfsgeta átt við færni einstaklings í líkamlegu, andlegu og félagslegu tilliti til að taka virkan þátt í samfélaginu, þar með talið að afla sér lífsviðurværis. Það því mat á starfsgetu. Ég reyndi að kemur betur inn á þetta hérna eftir, en sem sagt mat á starfsgetu heildrænt mat og ég ræði aðeins hana hérna síðar. En stöðumat, lítum á það, við stöðumat, en þar að ræða sem sagt mat á þörf fyrir stoðþjónustu, stundum talað svona jöfnum höndum bara stoðþjónustumat eða stöðumat, en sem sagt skilgreining á stöðumati, mat á þörf fyrir stoðþjónustu. Nú þar á að líta til þarfa einstaklingsins fyrir ýmiss konar stoðþjónustu sem sagt. Þörfin fyrir stoðþjónustu, og þetta mikilvægt, þörfin fyrir stoðþjónustu á að vera í brennidepli samhliða öllum öðrum þáttum starfsgetumatsins. Og stundum þarf jafnvel einungis að vera uppfyllt svo þörf. Það þarf kannski aðeins það mat til að fólk geti haft fulla starfsgetu. Framsetning stöðumats verður alltaf að vera aðgreind frá starfsgetumatinu vegna þess að skýran greinamun þarf að gera á þörf fyrir starfsendurhæfingu og eða lífeyri annars vegar og þörf fyrir stoðþjónustu hins vegar. Nú þá að starfsendurhæfingin, en starfsendurhæfing, svona stutt stílgreining, miðar að því að einstaklingur sem býr við veikindi eða fötlun öðlist eins góða líkamlega og andlega og félagslega færni og unnt
og í henni felast ýmis úrræði og leiðir sem stuðla að virkri þátttöku einstaklingsins í samfélaginu meðal annars nám. Og Öryrkjabandalagið leggur áherslu á að menntun er mikilvægt hreyfiafl sem breytir stöðu einstaklingsins. Með aukinni menntun eru slegnar margar flugur í einu höggi, svo sem aukin persónuleg hæfni, styrkt staða og auknum möguleikar á vinnumarkaði. Og það er því mikilvægt að nám sé viðurkenndur liður í starfsendurhæfingu og hinum ýmsu stigum hennar. Og einnig þarf að hafa í huga að það þarf að vera mikill sveigjanleiki í því hversu fólk fær lengi starfsendurhæfingarlífeyri. Nú aftur að stóðþjónustunni að þá telur Öryrkjabandalagið að réttur til stóðþjónustu í víðum skilningi og aðlögun umhverfis, þar á meðal vinnuumhverfis, þurfi að vera tryggður. Kostnaður á stóðþjónustu þarf að vera aðgreindur frá framfærslunni, aukakostnaður vinnuveitenda að fást greiddur frá opinberum aðilum eins og ríki eða sveitarfélagi. Réttur viðkomandi á því að niðurstöðum stöðumatsins verði fylgt eftir þarf að vera tryggt. Þessi réttur þarf að vera tryggður og það þarf að vera ljóst hverjir bera ábyrgð á þeirri fjárhagslegu sem sagt ábyrgð og hverjir bera ábyrgð á framkvæmdinni. Þá að ferli starfsgetumatsins. Ég gat ekki copy-pastað úr einhverju sem að lá fyrir þetta flæðrið þarna, þannig að ég stelti á þann saman. Ég vonaði að þetta sé læsilegt, ég ætlaði að stela því hjá öðrum en það tókst ekki. Lítum aðeins á þetta. Þetta er svona bara einföldum, bara mjög svona einfalt flæðrið, en auðvitað er málið ekki svona einfalt. Ég veit að þið skiljið það, en það er svona reynt að setja þetta þarna fram samt. En ferli starfsgetumats má skipta í 3 stig, grunnmat, sérhæft mat og endurmat. Nú einn lykil þátta í gerð grunnmats og vinnu við grunnmat, það eru samskipti og upplýsingaöflun. Það eru samskiptið einstaklings og ráðgjafa með þeirra sem er að vinna með einstaklingunum eða einstaklingurinn er að vinna með í þessu mati. Þessi samskipti eru mjög mikilvæg og þar skiptir starfsfólk, það er fólk sem að kemur til slíkra starfa að vinna að mati að vera hæft til þess. En það er sem sagt samskiptin og upplýsingaöflunin og þá er sem sagt dregin upp heildstæð mynd af stöðu einstaklingsins og líðan og það er byggður grunnur fyrir ákvarðanatöku leið hans, sem sagt leið einstaklingsins innan kerfisins. Hvort og hvernig brugðist verði við aðstæðum hans, til dæmis með gerð endurhæfingaráætlunar, með markmiðum og úrræðum. Þetta er svona bara örstutt ágrip af því sem felst í grunnmati, en það eru til langar skýrslur þær, sem sagt það ítarlegri. Nú sérhæft mat byggir svo á grunnmati og matið þar sem að kóðunarkerfið ICF er til dæmis lagt til grundvallar. En við þurfum að ICF er í rauninni ekki sjálft matstæki, heldur flokkunar og kóðunarkerfi. Og svo eru niðurstöðurnar settar fram í starfsgetumati. Endurmat getur svo farið fram ef þurfa þykir og aðstæður krefjast. En þeir sjáðu sem þetta á flæðiritunum, þú séu búin að fara í gegnum þessu hugtök, að grunnmatið, þetta fyrsta stig í matsferlinu, það getur síðan leitt beint til niðurstöðu, það getur verið niðurstöðum endurhæfingu eða hreinlega stóðþjónustu eða annað sem að tilkemur á því stigi ákvörðunum. Síðan er möguleikinn að þetta fara áfram í sérhæft mat og þá erum við komin að því sem að kemur það í niðurstöðureiknum og ég kem að á eftir niðurstöðu tillögur sem þetta niðurstöðum og starfsgetumati sem Öryrkjabandalagið leggur til.
og það kemur hér. Sigurjón kom aðeins inn á þetta áðan. Þarna sem sagt tillaga ÖBÍ að því hvernig niðurstaða starfsgetumats verði háttað. Þarna eru 4 flokkar. A-flokkur 0 til 25% starfsgeta, það að segja lítil sem engin starfsgeta. B-flokkur 26 til 50% starfsgeta, það að segja verulega starfsgeta. C-flokkur 51 til 75% starfsgeta, það að segja nokkur starfsgeta. Og svo D-flokkur 76 til 100% starfsgeta, það að segja viðunandi starfsgeta. Í núverandi kerfi, svo Sigurjón kom líka inn á, að þá getur niðurstaða verið 75% örorkumat eða þá örorkustyrkur eða synjun örorkulífeyrisgreiðslur. Ekkert annað. Því hér sem sagt lögð fram tillaga viðbótarþrep til að fanga allan hópinn. Þannig að fólk með bilinu á til dæmis 25 til 49% starfsgetu fái 75% fulla lífeyrisgreiðslna. Og þeir sem hafa nokkra en þó ekki viðunandi starfsgetu á bilinu 51 til 75% fái 50% fullra starfsgreiðslna. Eða semst lífeyrisgreiðslna, ætla ég að segja. Þessu orð fara aðeins tvælast fyrir manni þegar maður er búin að segja þetta ofta. Þessi þrep sem sagt skipta miklu máli. Því að tilvist þeirra hefur hvetjandi áhrif, vonandi, á fólk til að fara út á vinnumarkaðinn en veiti jafnframt nokkuð öryggi, ólíkt því sem nú er. En það þarf að athuga það er mikilvægt að fatla fólk sem fær starfsgetumat, sé í þessum flokkum þarna allavega þessum 3, fái skírteini sem samsvarar núverandi örorkuskírteini. Þannig að rétturinn sem örorkuskírteini gefur fylgi þeim flokkum, ekki bara þessum efsta sem sagt, heldur þeim öllum. Já. Sigurjón kom inn á áðan nýja stofnun miðstöðvar starfsgetu og endurhæfingar. ÖBÍ gerir sem sagt tillögu að sett verði lög framkvæmd mats í velferðarþjónustu. Í lögunum verði fjallað endurhæfingar, starfsgetu og stoðþjónustu mat og kveðið á nýja stofnun miðstöð starfsgetu og endurhæfingar sem hafi umsjón með samstarfi hlutaðeigandi aðila og bera ábyrgð á framkvæmd þessa mats. Nei, reyndar kannski ekki aldrei hafi orðið framkvæmd, en fyrir framan stendur ábyrgð á framkvæmd. Það er ekki þannig að einstaklingur eigi að labba inn í ákveðið hús og þar verði framkvæmd mat í þessari miðstöð. Við erum að tala samhæfingu aðila, en ábyrgðin liggur hjá þessari stofnun. Sem sagt, hún hefur umsjón með samstarfi hlutaðeigandi aðila og ber ábyrgð á framkvæmd matsins. Réttindi einstaklinga í þessu efni hjá hverjum svo sem þau liggja eru þannig grundvölluð á samræmdu mati sjálfstæðrar ríkisstofnunar. Niðurstaða mats telst þá vera stjórnvaldsákvörðun og kæranleg til kærunefndar velferðarmála. Önnur stofnun. ÖBÍ gerir tillögu að stofnanakerfi ríkisins sem hefur umsjón með réttinda og atvinnumálum verði stokkað upp og að ný stofnun, vinnu og velferðar verði sett á laggirnar. Verkefni sem Tryggingastofnun, Vinnumálastofnun og Sjúkratryggingar Íslands hafa nú með höndum verði sameinuð í hinni nýju vinnu- og velferðarstofnun. Það þarf að auðvelda aðgengi að tækni og starfságjöf, atvinnumiðlun og endurmenntun og vinnumiðlun
skal vera fyrir alla og laus störf auglýst í gagnagrunni stofnunarinnar. Með sameinaðri stofnun vinnu og velferðar, VAFVS, fer saman samspil ábyrgðar og faglegra vinnubragða. Þarna má segja við sem að tala svona one desk service, ekki þannig að einstaklingunum þurfa að hanga við eitthvað ákveðið borð. Það snýst ekki það að allir eiga að standa við þetta ákveðna borð. Heldur að þjónustan sé vel samræmd, samvinna og ábyrgð sé tryggð. Allra þessara aðila undir einum hatti. Ég leyfi mér að koma hérna með svona aðeins svona kannski persónulega glæru þarna í lokin. Ég á mér svona framtíðarsýn, þó ég sé komin á svona ellilaun eða ellilífeyrisaldur, að þá á ég ennþá mína framtíðarsýn, þar að segja draum virt samfélag fyrir alla. Einfalt og gagnsætt og aðgengilegt kerfi, starfsgetumat, starfsendurhæfingar og þjónustu, þar sem unnið gegn fordómum, aukin fræðsla til starfsfólk, almennings- og vinnumarkaðar, skýr stefna, verkaskipting, ábyrgð og samstarf, öflug vinnumöðlun og ráðgjöf, öflug starfsendurhæfing, heildræn sýn, einstaklingur og samfélag, ábyrg heild. Og við þurfum að eyða tortryggni leið og við veitum hvert öðru stjórnvöldum og aðilum vinnumarkaðarins aðhald. Við þurfum heildræna sýn, þáttöku á eigin forsendum og höfuðáherslu á virt samfélag fyrir alla. Takk fyrir. Takk hérlega fyrir Guðrún, fyrir greinagott erindi. Nokkur orð sem sé starfsgetu matið og eðli þess og hverju það breytir fyrir fólki sem á að njóta þjónustunar. Það er ekki sjálfgefi að jafn ólíkir aðilar og samtök atvinnulífsins, Alþýðusamband Íslands og Öryrkjabandalagið og hvað þá aðilar ríkisins komist að einni niðurstöðu það hvernig á að þjónusta fólk í þessu nýja kerfi og hvernig það á að virka í framkvæmd út á markaðnum. Öryrkjabandalagið skrifaði jú ekki undir þessa skýrslu og Ellen Kalman mun nú kannski útskýra fyrir okkur hvers vegna. Já, komið sæl aftur. Ég þakka þeim sem hafa talað. Við sem sagt upphafið á þessu öllu saman var að ráðherra félags- og húsnæðismála Eygló Harðardóttir skipaði nefnd og nefndinni var ætlað að endurskoða lög almannatryggingar og huga því hvernig hægt væri að breyta sem sagt úr örorkumati yfir í starfsgetumat. Nú, í þessari nefnd voru þessir aðilar sem upp eru taldir auk Öryrkjabandalagsins, það voru Landssamtökin Þroskahjálp, Landssamband eldri borgara, Samband íslenskra sveitarfélaga, það voru ýmis stéttarfélög, Samtök atvinnulífsins, stjórnarflokkar og stjórnarandstaða og einhverju fleiri hagsmunahópar, en þetta svona gróflega þeir sem að sátu í þessari nefnd og það voru fjölmargir fundir haldnir, langir og strangir fundir. Pétur H. Blöndal, þingmaður heitinn, hann var formaður nefndarinnar. En það kom fljótlega í ljós í nefndarstarfinu að ASÍ og Samtök atvinnulífsins höfðu tekið sig saman að koma fram með tillögur að starfsgetumati. Við héldum í fyrstu að hlutverk Samtaka atvinnulífsins í nefndarstarfinu var að koma með tillögur að því hvernig atvinnulífið gæti nú tekið á móti öllum þessum örorkulífeyrisþegum sem væru að fara á vinnumarkað eftir starfsgetumat. En það var ekki. Samtök atvinnulífsins
töldu sig á samt ASÍ vera þá aðila sem best væru til þess fallnir að koma með tillögu að starfsgetumati. Þeir fengu Láru Vaff Júlíusdóttur lögmann með sér eða hennar stofu til þess að finna út hvernig starfsgetumat væri nú best fyrir örorkulífeyrisþega og greiðslur á grundvelli þess. Mjög fljótlega í nefndarstarfinu kom því fram skýrsla sem að þeir lögðu til, þessir aðilar, og það var svona 50-50 kerfið. Þeir sögðu að það veri langbest fyrir örorkulífeyrisþega að fá 50% mat og þá getur fengið 50% vinnu. Á fund nefndarinnar voru kallar til ýmsir sérfræðingar. Það voru kallar til tryggingastarfræðingar, það voru erlendir sérfræðingar, forstjóri Tryggingastofnunar ríkisins, Sigríður Lilly og fleiri til þess að segja svona sínar hugmyndir starfsgetumat, hvernig þetta hefur verið framkvæmt í Hollandi og svona hvernig þetta lægi allt saman. En það sem kom okkur skemmtilega og óvart var að forstjóri Tryggingastofnunar sem hefur lifað og hrært í þessu í fjölda ára, hún lagði til sömu þrepun og við. Þá þrepun sem hún Guðrún fór yfir hérna áðan, það er að segja fjóra þrepaskiptingu. Og við vorum afskaplega glöð að sjá það að forstjóri TR leggur fram tillögur að 4 þrepum líkt og Öryrkjabandalag Íslands. Ég vil taka það fram að þrátt fyrir þá sem að Sigurjón taldi upp hér sem að helst unna þessari skýrslu okkar sem heitir Virkt samfélag, þá kölluðum við einnig til fjölda sérfræðinga. Við kölluðum til sérfræðinga í starfsendurhæfingu, í hæfingamati, þá sem að vinna með hæfingastöðum út á landi, við kölluðum til tryggingastarfræðinga, við fengum tryggingastarfræðinga frá lífeyrissjóðum. Þannig að grundvöllurinn að okkar skýrslu Virkt samfélag er faglegur. Og það er heillöng heimildaskrá í lok skýrslunar, þar sem stuðst við gagnreyndar rannsóknir í þeim tillögum sem við leggjum fram. Tillögurnar okkar eru líka ekki allar svona skapaðar beint af okkur, heldur eru þar líka tillögur sem við þekkjum utan úr heimi. Vinn- og velferðarstofnun sem við leggjum til dæmis mjög lík NAF í Noregi sem svona, getum sagt, Vinn- og velferðarstofnun Noregs. Þannig að tillögurnar okkar, við byggustum við því að eftir að við unnum okkar skýrslu, Virkt samfélag, að þær fengju góðan hljómgrunn í nefndinni, þar sem að faglega var þeim staðið og það tók okkur nokkra vikur ef ekki mánuði að vinna þessa skýrslu og komast að þessum niðurstöðum. Vissulega töluðum við svolítið svona viðameiri þætti og tókum fyrir skýrslun okkar heldur en var verkefni nefndarinnar. En við gerum okkur líka alveg grein fyrir því að ekki fæst allt fram í einum bita og hluta því sem að við leggjum til eins og Vinn- og velferðarstofnun er eitthvað sem að stjórnvöld geta unnið að með tímanum. En það eru fjölmörg atriði sem við leggjum til eins og 4 þrepaskiptinguna sem hægt er að einhenda sér í, ætli stjórnvöld að búa til kerfi fyrir fólkið sem að þarf að nota kerfið en ekki fyrir stjórnendur aðila vinnumarkaðarins. En okkur þótti þess að til tíundu sæta forstjóri TR sem kom á fund nefndarinnar lagði til þetta 4 þrepa mat. Á þessum tímapunkti má segja að við höfum áþreifanlega fundi fyrir því að formaður nefndarinnar lagði betur við hlustir þegar aðilarnir mæltu en þegar talsmenn örorkulífeyrisþega lögðu eitthvað til málana. Okkar hugmynd sem og forstjóra TR 4 þrepaskiptingu hlaut engan hljómgrunn og það fór mikill tími að ræða þrepaskiptinguna fram og tilbaka. En ljóst var að umræðan snerist að sannfæra okkur og aðra mikilvægi þess að hafa 2 þrepaskiptingu. En það sem sagt sú skipting sem var svo niðurstaða nefndarinnar í skilaskýrslunni eftir nefndarstarfi 3 ár sem Öryrkjabandalagið gat því miður ekki skrifað undir. Það eru fleiri ástæður, það eru fleiri ástæður fyrir því að við gátum ekki skrifað undir og svo var það svo gott ef músin sæjist hérna á skjánum. Það vantar efni kannski. Svona? Nei, endur ég á segja þið. Nei, ég fann hana með þessi efni undir. Það eru fleiri ástæður fyrir því að við gátum ekki skrifað undir þessa skýrslu. Þráttur að vera sammála mikilvægi þess að hort verið frekar til getu en vangetu. Það er vissulega jákvætt.
Og hér væri við þá frekar að meta starfsgetu en ekki örorku og það má vel færa almannatryggingakerfið inn í starfsgetumat. En það verður þó að vera gert með þeim hætti að fólki sem þarf að búa við kerfið fái betra líf, betri afkomu og fleiri tækifæri til þátttöku í samfélaginu sem og atvinnulífinu. Og það það sem Guðrún kom inn á áðan að það var að starfsgeta væri metin til þess að geta tekið þátt í samfélaginu þar með talið til lífsviðurværis. Þar með talið, það aukalega. En þær tillögur sem liggja fyrir skilaskýrslu nefndarinnar eru ekki nægilega vel útfærðar svo að tryggt sé að fólk búi betur við nýtt kerfi og það óttumst við. Við óttumst innleiðingu 2 þrepa kerfis. Í núverandi kerfi getur 75% örorkumati veitt rétt til fullra greiðslna en mati upp á 50–74% örorku veitir lítinn sem enga rétt eins og farið hefur verið yfir. Þetta hefur verið gagnrýnt og talið óréttlátt. Innleiðing 2 þrepa kerfis leysir sem sagt ekki þennan vanda og myndi í raun viðhalda núverandi skiptingu. Því mikilvægt að lögð verði til ný eða önnur skipting sem atvinnuhvetjandi og veitir einstaklingum með skerta starfsgetu aukið svigrúm til að fóta sig á vinnumarkaði án þess að greiðslur falli niður. Það erum ekki síst að horfa til þess að fólk geti fóta sig inn á vinnumarkað smám saman en þeim sé tryggð grunnframfærsla en það alveg þegar fólk veikist að það geti sem sagt þrepa sig út smám saman. Og svo eru líka til sjúkdómar eða fatlanir sem gerir það verkum að fólk fái svona einhvers konar veikinda köst og þá verður það geta farið út af vinnumarkaði án þess að það tapi allri framfærslu og lífsviðurværis. Þannig að þessi gripið þegar það þarf að fara út af vinnumarkaði en það hafa samanskapið þá möguleika að fara inn aftur. En alltaf verður að tryggja það að fólk hafi framfærslu sem dugar. Í dag dugar hún ekki. Hún verður að duga. Skilyrðin, eins og hann fór yfir hann Sigurjón, það eru nokkur skilyrði sem við leggjum til í okkar skýrslu Virkt samfélag og þau eru ekki endilega tilgreind í þessari lokaskýrslu nefndarinnar. Það að samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks verði fullgiltur og lögfestur. Á næsta ári getum við fagnað 10 ára áratuga afmæli. Það að segja það áratugur á næsta ári liðinn frá því að Íslensk stjórnvöld skrifuðu undir samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. 10 ár en hann hefur ekki verið fullgiltur og það ekki á dagskrá stjórnvalda fullgildan fyrir kosningar og hann hefur ekki verið lögfestur. Sett verði lög sem banna mismun á vinnumarkaði og lögin skulu tryggja viðeigandi aðlögun á vinnumarkað með skýrum hætti. Allt starfsgetumatsferlið og ákvarðanir greiðslur og grundvelli þess lúti stjórnsýslulögum. Þetta verður að vera kæranlegt. Það ekki hægt að ætla örorkulífeyrisþegum að leita einhverja óskilgreindra leiða eftir réttindum til dæmis til framfærslu. Og öllum verður tryggð viðeigandi framfærsla. Já, það búið að tala þessa vinnu- og velferðarstofnun, þá ætla ég ekki að segja frá því. En við vorum sem sagt klárlega fylgjandi nokkrum atriðum sem fram kom í lokaskýrslu nefndarinnar. Þannig og við setjum það fram í okkar séráliti að við erum fylgjandi að því að sérstök framfærslu uppbót verði felld inn í sameinan bótaflokk. Breytingin hún hefði í för með sér afnám krónu á móti krónuskerðingar, auk þess sem hún myndi einfalda kerfið og gera það skiljanlegra. Því krónu á móti krónuskerðingi núverandi kerfi hefur meðal annars hamlað atvinnuþátttöku lífeyrisþega. Við tölum skiljanlegra og einföldun á kerfinu, en þó vil ég taka það skýrt fram að einföldun á kerfinu má ekki vera á kostnað réttinda. Afnám innbyrðis skerðinga bótaflokka, það viðbót við lífeyri sem kemur í stað aldurstengdrar örorkuuppbótar, bætist ofan á, það er músin sko. Já, bætist ofan á sameiginlegan bótaflokk og myndi taka út innbyrðis skerðingu 2 bótaflokka. Frá 2008 hefur aldurstengda örorkuuppbótin skert sérstaka framfærsluuppbót
því er að ræða jákvæða breytingu, þó með þeim fyrirvara að núverandi fjárhæð sem eitthvað tæplega 40.000 krónur á mánuði haldi sér og hækki árlega í samræmi við hækkun lífeyris. Og þetta eitthvað sem við rekust æði ofta á í kerfinu, það líka svona ólíkar fjárhæðir innan kerfis og það hækka ekkert í samræmi við hækkun lífeyris eða vaxtahækkun eða annað. Það bara standi stað og sumar fjárhæðir innan kerfisins hafa bara verið í frosti í fjölda ára, þannig að allir aðrir hækka. Kostnaður hækkar, laun hækka og svo með örorkulífeyrisþegar búa við alls konar frystingu á krónum. Afnám víxlverkan í samspil almannatryggingu og lífeyrissjóða. Lífeyrissjóðar hætta að líta til greiðslna frá almannatryggingum við tekjuathugun vegna örorkulífeyrisgreiðslna. Þetta viljum við klárlega komið fram og við viljum, og höfum ekkert farið leynt með það, við viljum bara að það verði sett lög á lífeyrissjóðuna. Þeir geta ekki litið til greiðslna sem örorkulífeyrisþegar fá frá Tryggingastofnun og skerði í samræmi við það. Við lítum svo á að þær greiðslur sem að fólk fær frá lífeyrissjóðnum, þær greiðslur sem fólk hefur lagt inn og það eigi þær bara inni, þær krónur sem að þær koma. Heimilsuppbót verði áfram sérstakur bótaflokkur og tilheyrir lögum félagslega aðstoð líkt og nú, en það ansi oft sem að stjórnmálumenn tala þegar þeir tala örorkulífeyri, þá tala með heimilsuppbótinni. En sko heimilsuppbótin hún fellur ekki undir lögum almannatryggingar, þannig hún ekki örorkulífeyri heldur hún heimilsuppbót og fellur undir lögum félagslega aðstoð. Þannig að þegar láglauna fólk fara að heyra upphæðir örorkulífeyris þá fór að heyra alla heilu summuna sem einungis 30% örorkulífeyrisþegar fá. Þannig að það ekki alveg skona rétt farið með eða það rjómin þettur ofan af og hann sýndur. Sem nú samt sem náður engin rjómættir hálfgerð missa. Stoðþjónustu og starfsgetumat verði aðskilið og það var það sem hún kom inn á líka hún Guðrún áðan. Við viljum að greiðslur vegna stoðþjónustu og hjálpartækja verði ótengdar tekjum eða lífeyri til framfærslu. Það bara til þess að komast yfir þröskuldin. Það þröskuldir sem við þurfum að brúa til þess að geta tekið þátt í samfélaginu og sumir þurfa einhver tæki og tól til þess, þeir eiga bara að fá þau og síðan framfærslan annað til þess að njóta þegar komið yfir þröskuldin. Þetta eðlilegt, þykir okkur og það mjög gott að þetta sé inni hjá þeim. Eitt sameiginlegt mat, það að sé eitt sameiginlegt mat fyrir almannatryggingar og lífeyrissjóði, það jákvæð breyting að því gefnu að slíkt mat sé ávallt kæranlegt og framkvæmdin lúti stjórnsýslulögum. Við erum hins vegar andvíg því að framfærsluviðmið sé óbreytt. Hluti nefndarinnar leggur til að festa í sessi núverandi framfærsluviðmið. Aukið fjárframlag til almannatrygginga mun því ekki skila sér til lífeyrisþega sem hafa engar aðra tekjur en lífeyri almannatrygginga. Það gerir það verkum að þeir sem hafa það verst veikasti hlekkurinn í keðjunni, hann hefur minnst tækifæri til þess að afla sér annarra tekna. Það þykir okkur óviðunandi. Óljóst hvernig hækka í lífeyri. Í skýrslunni þá ekki kveðið skýrt á hvernig lífeyri eigi að hækka í samræmi við krónutöluhækkun lægstu launa og það ofhátt skerðingarhlutfall vegna tekna. Það hluta þessu sem vorum að tala að þeir sem að vinna sér, geta unnið sér inn lágar fjárhæðir, þeir fá alveg óheyrilega skerðingu á þær tekjur. Og það lítill sem engin hvati til atvinnuþátttöku. Það afnám frítekjumarka og hátt skerðingarhlutfall. Og þetta fer hún betur í, hún sigrir hana eftir. Og það þessi innlegging tveggjaþrepakerfis og það engin réttarbót fyrir einstaklinga sem eru með hlutfallslegan lífeyri vegna fyrri búsetu erlendis. Þessu erum við andvíg en við hins vegar leggjum til leiðir í okkar skýrslu virkt samfélag. Þannig að þegar við heyrum frá stjórnvöldum, þið eru á móti, já, en við erum ekki bara á móti, heldur komum við með lausnina til ykkar. Við bjóðum upp á lausn og það það sem við viljum að verði hlustað á, lausnin okkar. Það ýmsu ósvarað, það eins og útfærsla starfsgetumats, hún bara óljós og það var ekki samstaða fjárhæðir í skýrslunni, þannig að það mikilvægt að þetta sé betur útfært. Starfsgetumat á að vera til að auka þátttöku fólks í samfélaginu. Þátttaka getur verið atvinna
En þáttaka í félagsstörfum og í samfélaginu almennt snýst ekki einvörðungu, líka jafn mikilvæg og atvinna. Þrepun inn og út af vinnumarkaði, sumir geta einungis unnið nokkra daga í viku, aðrir geta unnið nokkra mánuði á ári og þá verður fólk hafa tækifæri og atvinnu við hæfi þar sem boðið upp á viðeigandi aðlögun á vinnustað með viðeigandi hjálpartækjum ef þarf og vinnumarkaðinu þarf að vera sveigjanlegur og stoðþjónusta þarf að vera í boði og svo þarf auðvitað að lögfesta notendastýrða persónulega aðstoð. Í öllu þessu ferli þarf að vera viðunandi framfærsla sem dugar og hún þarf að vera tryggð og óháð atvinnuþátttöku. Það mikilvægt að vanda til verksins og muna að þarna verið að búa til regluverk sem skiptir líf fólks máli. Samfélagsþátttaka auður og fólk verður auðvitað hamingjusamara og hamingjusamt samfélag hlýtur að skila okkur öllum meiri hagsæld en ella, ekki satt? Vöndum okkur bara. Takk. Þakka formanni Öryrkjabandalagsins fyrir hennar erindi. Allt snýst þetta aukna þáttöku í atvinnulífinu á forsendum fólksins eins og Ellen kom inn á og spurning hvort að þessi kerfisbreyting verði atvinnuhvetjandi eða atvinnuletjandi og hvort að fólki verði áfram refsað fyrir vinnu, þáttöku út í atvinnulífinu. Nýtt kerfi fyrir hvern, þetta stóra spurningin. Við höldum áfram, tveir eiga eftir að tala áður við tökum fyrir okkar kaffihlé og það komið að Sigríði Hönnu Ingólfsdóttur félagsráðgjafa hjá Öryrkjabandalagi Íslands. Gjörðu svo vel. Sæl, takk fyrir. Mitt hlutverk hér í dag að kynna fyrir ykkur og bera saman tillögur framfærslu. Ellen búin að koma eitthvað inn á þetta en ég fer dýpra í málin. Annars tillögur og skýrslunefndar endurskoðun laga almannatryggingar sem margnefnt hér og hins tillögur og skýrslunni við samfélag sem við uppfærðum og gáfum út aftur núna og merkt 2016. Ég mun einnig koma inn á sérálit sem ÖBÍ ásamt stjórnarandstöðuflokkunum skilaði við skýrslu nefndarinnar. Hvernig farum við á næstu? Hæ? Já, breytist hjá mér en ekki ykkur. Svo ég sé hana en ekki þið. Hún bara hætt. Þú sér hann ekki. Sko ég fá þessa glæru fram á skjáin. Margrét Ögn hérna, getur hún kallað tæknimann fyrir okkur? Já, takk. Viltu kallið tæknimann? Takk. Músin eitthvað að því okkur við skulum fá tæknimann til þess að aðstofa okkur við. Og ég haldi áfram. Jæja, þetta ekki glæðran sem ég ætlaði að sýna og ég ætlaði að komast á næstu en það hefur ekki gengið. Jæja. Í báðum skýrslunum eru tillögur afnám krónu á móti krónuskerðinga. Útfærslan þó mismunandi. Ég fá þess að skjá. En hvað átt við með krónu á móti krónuskerðingu og hvers vegna mikið eftir að ná henn út? Og ég ætla að útskýra með nokkrum dæmum. Reyndar held ég nú að margir hérna inni viti hvað ég á við en ég ætla samt að aðeins koma inn á það. Samanlög greiðsla grunnlífeyris, tekjutryggingar og aldurstengdar örorkuuppbótar getur hæst verið 207.000 krónur rúmar. Til að ná framfærsluviðmiðinu sem 212.000 krónur í dag bætt við 5.000 krónur rúmum í sérstaka framfærsluuppbót.
og þessi framfærsluuppbót, hún átti nú að vera gulmerkt og glærunni sem þið sjáuð ekki, því miður. En vandinn við framfærsluuppbótina að hún skerðist, kemur þetta núna, nei? Krónu móti krónu, heyrðu, allar að fæ ekki glærurnar fram. Það kemur alltaf bara þetta. Það einhver opin önnur lókunum bara öll. Okay. Það þessi. Þessi? Já. Ok, það gerir svo. Já, heyrðu, nú það komið. Nú sjáu þið það sem gulmerkt, það er þess að uppfyllingin. Vandinn framfærsluuppbótina að hún skerðist krónu móti krónu við nær allar tekjur. Ef þessi einstaklingu fengi 5.000 krónur, bakka hérna tilbaka, á mánuði annar staðar frá, þá lækkar framfærsluuppbótin sömu krónutölu. Heildartekjur eru áfram þar sömu. Lágar greiðslur almannatrygginga og reglur sérstaka framfærsluuppbót hafa það í för með sér að lífeyrisþegar sem fá uppbótina í raun fastir í fátæktargildru þrátt fyrir að hafa burði til að afla sér tekna einhverju marki. Þeir eru því sömu stöðu fjárhagslega með og án viðbótarteknanna. Þetta kemur í veg fyrir að fólk nái að bæta stöðu sína. Við getum að skoða hvernig þetta kemur út til dæmis með lágar atvinnutekjur. Og við höfum búin að vera að skrifa fjöldamarga greinar og annað sem við erum að reyna að benda á þetta alveg eins við lífeyrissjóðstekjur og það eru margir eðlilega mjög sárir og svektir yfir því að hafa borgað í lífeyrissjóð, fá kannski 30.000 krónar lífeyrissjóðsgreiðslur og það bæta engu við, ráðstöfunartekjurnar. En þarna ég meitt svona dæmi fyrir atvinnutekjur því að við erum líka að horfa út frá atvinnutekjur því að það er náttúrulega verið að tala meiri virkni. En eins og sjáum á dæminu á glærunu bæta atvinnutekjur upp að 35.000 krónur engu við ráðstöfunartekjurnar. Það sömu greiðslu sem viðkomandi fæ útborgað. En hvaða tillögur eru uppi varðandi sérstöku framfærsluuppbótina? Í skýrslunni Virkt samfélag gert ráð fyrir að sérstök framfærsluuppbót verði felld inn í tekjutryggingu og að greiðsluflokkunum verði fækkað 1. Framvegis yrðu eftirfarandi 4 flokkar: grunnlífeyrir, tekjutrygging, aldurstengd örorkuuppbót og heimilisuppbót. Í skýrslu nefndarinnar tillaga að sameina sérstöku framfærsluuppbót, tekjutryggingu og grunnlífeyri í 1 bótaflokk sem kallast lífeyrir. Það myndi þýða það að grunnlífeyrin dottin út. Flokkarnir eru 3, lífeyrir, viðbótin sem kemur í stað aldurstengdarar og heimilisuppbótin. Það ekki bara réttlætismál, heldur einnig talsverð einföldun fólgin í því að afnema hina krónu móti krónu skerðingu sem ég nefndi áðan. Það eru þessar innbyrðis skerðingar innan kerfisins. Það einn greiðsluflokkur skerði annan sem koma mjög illa við lífeyrisþega. Eitt dæmi slíkar innbyrðis skerðingar eru samspilið við aldurstengdu örorkuuppbótina. Og ég sýni það hérna svolítið á dæmi. Þegar aldurstengdu örorkuuppbótin var innleidd árið 2003 var tilgangurinn með henni að koma til móts við einstaklinga sem fá örorkumat ungir og hafa lítil eða ekki tök á að safna réttindum í lífeyrissjóð. Upphæðin miðast við aldur við fyrsta örorku eða endurhæfingamat. Hæsta upphæðin greidd til einstaklinga sem fá örorkumat 18-24 ára, rúm 39.000 krónur á mánuði, en lægsta upphæðin til þeirra sem fá örorkumat á aldrinum 61-66 ára og þá tæpar 1.000 krónur, þannig þessi talsverður munur þarna á. Í byrjun var hér viðbót að ræða við aðra greiðsluflokka, en frá því sérstaka framfærsluuppbótin var innleidd árið 2008 hefur aldurstengda örorkuuppbótin skert hana eins og við sjáum þarna á töflunni. Og hún bætir engu við ráðstöfunartekjur ungra örorkulífeyrisþega. Þarna dæmi 2, annar fær örorkumat ungur 18 ára, hinn 40 og tekjurnar eru þar sömu. Því lagt til að greiðsla aldurstengdra örorkuuppbótar leggist ofan á lágmarksviðmið til að koma í veg fyrir þessar innbyrðis skerðingar. Til að leysa þennan vanda lagt til í skýrslu endurskoðunarnefndarinnar að örorkulífeyrisþegar fái greidda viðbót sem kemur í stað aldurstengdrar örorkuuppbótar og munum bætast við sameinaðan bótaflokk.
Það virkilega jákvæð breyting en í skýrslunni Virkt samfélag einnig gert ráð fyrir að hún verði komin sem viðbót. Í skýrslu endurskoðunarnefndarinnar tillaga að lækka upphæðina á viðbótinni verulega eða úr 39.000 krónum niður í 22.000 krónur á mánuði fyrir þá sem fá örorkumat fyrir 25 ára aldur og að upphæðin lækki 5% fyrir hvert aldursár þannig að hún fjari út við 44 ára aldur. Í skýrslu Öryrkjabandalagsins Virkt samfélag lagt til að upphæðin lækki ekki, ég áttur að koma betur að upphæðin síðar í kynningunni. Auk þess lagt til að aldurstengd örorkuuppbót verði greidd áfram eftir 67 ára aldur en í núverandi kerfi fellur hún niður við töku ellilífeyris. Áður ég lýk þessari yfirferð yfir nokkra greiðsluflokka vil ég nefna heimilisuppbótina sem lífeyrisþegar sem búa ekki með öðrum fullorðnum geta fengið greidda. Samstaða að heimilisuppbóti verði áfram sérstakur greiðsluflokkur og að endurskoða þurfi skilgreiningar sem að baki fjárhagslegu hagræði því að búa með öðrum, þá á ég við náttúrulega öðrum fullorðnum. Í skýrslunni Virkt samfélag auk þess tekið fram að mikilvægt sé að tryggja greiðslu heimilisuppbótar ef annars vegar maki býr á stofnun eða hjón búa ekki saman vegna langvarandi fjarveru, sökum veikinda eða fötlun á maka og hins vegar ef ungmenni 18–21 árs býr á heimilinu. Þetta tvær breytingar sem við viljum sjá koma í gegn með þessari breytingu. En næst ætla ég að beina sjónum okkar að frítekjumörkum og tekjuskerðingum. Í núverandi kerfi eru 3 frítekjumörk. Frítekjumark fyrir atvinnutekjur hæst, það rúm 1.300.000 krónur, tölurnar eru hérna á glærunni. Frítekjumark fyrir lífeyristekjur rúm 320 og frítekjumark fyrir fjármagnstekjur slagar hátt upp í 100.000 krónur á ári. En hvaða tillögur eru uppi varðandi frítekjumörkin? Í skýrslu endurskoðunarnefndarinnar lagt til að sameinaður bótaflokkur sem kallast lífeyrir verði án frítekjumarka. Allar tekjur verði meðhandlaðar eins en þó með þeirri undantekningu að atvinnutekjur einstaklinga með 26–50% starfsgetu hafi engin áhrif á útreikning lífeyris. Með öðru orðum myndu atvinnutekjur einstaklinga sem fá greiddan 50% lífeyrir ekki hafa nein áhrif á útreikning lífeyris. Fyrir þá sem minnstu starfsgetuna hafa yrði samkvæmt tillögum nefndarinnar ekkert frítekjumark vegna atvinnutekna. Það myndi sérst að núverandi frítekjumark myndi detta út. Þar með yrði hvatinn til atvinnuþátttöku fyrir þennan hóp tekin út og þeim mismunað. Skerðingarhlutfalli myndi auk þess hækka úr núverandi skerðingarhlutfall sem 38,35% í 45% ef tillögur nefndarinnar verða veruleika. 45% skerðingarhlutfall þýðir að lífeyrisþegi heldur eftir 322 krónum af 1000 krónum tekjum annars staðar frá eftir skatt og það þykir okkur ekki mikið. Nefndin leggur til að lífeyrir lækki 45% af öllum samanlegum tekjum lífeyrisþega af undanskildum séreignarsparnaði og fjárhagsaðstoð sveitarfélaga. Ef til dæmis lífeyrisþegi með launa, lífeyris og fjármagnstekjur þá eru þær lagðar saman og samanlagðar tekjur lækka lífeyrisgreiðslur hans. Í skýrslu ÖBÍ Virkt samfélag lögð áhersla á að halda frítekjumörkunum inni. Hvati til atvinnuþátttöku þarf að vera innbyggður í kerfið og því lagt til að atvinnutekjur eða tekjur sem teljast ígildi atvinnutekna, svo sem atvinnuleysisbætur, upp að 336.035 krónur á mánuði hafi engin áhrif á útreikning lífeyris. Hérna miðað við fyrsta skattþrep. Skerðingarhlutfall atvinnutekna umfram þessa upphæð verði skertar með 38,35% skerðingarhlutfall sem bara núverandi skerðingarhlutfall og auk þess skatthlutfalli í öðru skattþrepi þar til lífeyrisgreiðslur falla niður vegna tekjutenginga. Lagt til að frítekjumark vegna lífeyristekna og frítekjumark vegna fjármagnstekna verði sameinað í eitt frítekjumark að upphæð 82.555 krónum að uppfylltum 4 skilyrðum sem þið getið lesið í skýrslunni sem ég ætla ekki að tiltaka hér.
Þá einnig lagt til að skerðingarhlutfall vegna tekna fyrir heimilsuppbótina verði mun lægra eða 10%. Ellen kom aðeins inn á víxlverkunina og ég ætla að gera það líka, en ég mun ekki ná því hérna í þessari kynningu að útskýra hvað átt við með víxlverkun milli almannatrygginga og lífeyrissjóðanna. Þetta ansi flókið fyrirbæri. En bara örstutt fyrir þá sem ekki þekkja til hérna verið að vísa til samspils sem hefur verið þess valdandi að lífeyrissjóðsgreiðslur til örorkulífeyrisþega hafa lækkað eða fallið niður. Þess má geta að einungis 50% örorkulífeyrisþega fá einhverja greiðslu frá lífeyrissjóðum, en hlutfall þetta ætti að vera mikið hærra sé horft til þess að skylduaðild var lögfest árið 1974 og gerð almenn árið 1980 og að meginþorri örorkulífeyrisþega var á vinnumarkaði og greiddi iðgjald í lífeyrissjóð áður en til örorkumat kom. Rúm 46% örorkulífeyrisþega fá fyrsta matið til dæmis á aldrinum 40 til 66 ára. Nefndin, endurskoðunarnefndin, leggur til að lífeyrissjóðir hætti að líta til greiðslna frá almannatryggingum við tekjuathugum vegna örorkulífeyrisgreiðslna. Það verði gert samhliða upptöku starfsgetumats samkvæmt tillögu nefndarinnar og sameiningu 3 bótaflokka í 1 bótaflokk með 45% skerðingarhlutfalli. Þá sé það forsenda að framlag ríkisins til að jafna örorkubyrði milli lífeyrissjóði verði endurskoðað. Þetta tekið beint upp úr skýrslunni. Í skýrslu ÖBÍ við samfélag lögð áhersla á mikilvægi þess að sett verði lög til að koma í veg fyrir víxlverkunina nú þegar sem feli í sig framtíðarlausn. Ekki verði beðið með lagabreytingu þar sem starfsgetumat verði innleitt. Ég nefndi fyrir kynningunni framfærsluviðmið sem í dag 212.776 krónur. Þegar framfærsluuppbótin var innleidd var það yfirleitt markmið með henni að öllum lífeyrisþegum væri tryggð ákveðin lágmarksfjárhæð til framfærslu samkvæmt lögum og hér átt við þetta framfærsluviðmið. Raunin hins vegar sú að sífellt stækkandi hópur lífeyrisþega með heildartekjur undir framfærsluviðmiðinu. En þá að ræða einstaklinga sem hafa verið búsettir erlendis. Til að fá fulla greiðslur frá TR þarf lífeyrisþegi að vera búsettur minnst 40 ár á aldrinum 16 til 67 ára. Sem skemmri búsetutíma ræða greitt í hlutfalli búsetuna. Og árið 2014, þetta upp úr svar við fyrirspurn, voru 183 örorkulífeyrisþegar með heildar ráðstöfunartekjur undir 157.000 krónur. Við erum að tala allar tekjur og fyrir skatt. Heildartekjur, þetta á ekki vera ráðstöfunartekjur, heildartekjur. Tæp 90% örorkulífeyrisþega með hlutfallslega greiðslur fá engar greiðslur frá fyrra búsetulandi. Forsendur fyrir hlutfallsútreikningnum því í fæstum tilvikum fyrir hendi. Í skýrslu endurskoðunarnefndarinnar ekki tekið á þessum vanda og fengu þessi mál nær enga umfjöllun í nefndinni og það mjög bagalegt. Hins vegar tillögur í skýrslunni við samfélag hvernig hægt að koma á móts við þennan hóp og meðal annars að lágmarksviðmið tryggi öllum lífeyrisþegum skilgreinda lágmarksfjárhæð til framfærslu, einnig þeim sem hafa verið búsettir erlendis. Það fari bara enginn undir lágmarkið. Og nú vil ég koma aðeins að kjaragliðnuninni. Í viðauka 1 í skýrslunni sem liggur hérna frammi að finna útreikninga kjaragliðnunar frá 2009 til 2013. En hvað átt við með kjaragliðnun lífeyris almannatrygginga? Það hugtak sem oft notað. Og þá að líta aðeins til 69. greina laga almannatryggingar sem segir að bætur almannatrygginga skulu breytast árlega í samræmi við fjárlög hverju sinni. Ákvörðun þeirra skal taka mið af launaþróun, þó þannig að þær hækki aldrei minna en verðlag samkvæmt vísitölu neysluverðs. Samkvæmt greinargerð með ákvæðinu þegar það var lögfest árið 1997 á að taka það viðmið sem hærra Sem sagt, ef að launaþróunin hærri þá að taka launaþróunin, ef neysluvísitalan hærri þá að taka neysluverðsvísitaluna.
Benedikt Jóhannesson, tryggingastarfræðingur hjá Talnakönnun, gerði skýrslu fyrir Öryrkjabandalagið árið 2013 sem ber yfirskriftina Þróun bóta til öryrkja 2008 til 2013. Í skýrslunni er að finna samanburð á hækkun bóta almannatrygginga, hækkun helstu vísitöluna og hækkun lágmarkslauna á þessu tímabili. Niðurstöðurnar sýna að 69. grein laga almannatrygginga var sniðgengin við fjárlagagerð áranna 2009 til 2013. Lífeyrir almannatrygginga náði hvorki að halda yfir þróun lægstu launa, verðlags né launavísitölu. Lífeyrisþegar hafa því setið eftir og orðið fyrir verulegri kjaragliðnun. Það sama var upp á teningnum við fjárlög áranna 2014 og 2015. Auk þess sem lífeyrisþegar fengu ekki afturvirka hækkun árið 2015. Útreikningarnir í skýrslunni Virkt samfélag byggja á útreikningum Talnakönnunar og sama aðferð notuð til að reikna út kjaragliðnun fyrir árið 2014 til 2016. Í skýrslu nefndar endurskoðun laga almannatrygginga segir að markmiðið er að einfalda bótakerfi almannatrygginga og festa í sessi þá lágmarksfjárhæð sem framfærsluuppbótin tryggir þeim sem hafa lægstu tekjurnar í dag. Með öðrum orðum tryggja sömu upphæð og er í dag, eins og Ellen nefndi hérna áðan. Í séráliti ÖBÍ og stjórnarandstöðunar við tillögu nefndarinnar er gagnrýnt að auki fjárframlag til almannatrygginga mun því ekki skila sér til lífeyrisþega sem hafa engar aðrar tekjur en lífeyrir almannatrygginga, þar sem á ekki bætt inn í fyrir þá. Fyrir skýrsluna Virkt samfélag var reiknuð út kjaragliðnun áranna 2009 til 2016 fyrir 4 greiðsluflokka: grunnlífeyrir, aldurstengd örorkuuppbót, tekjutrygging og heimilisuppbót og er útkoman samtals 61.271 króna á mánuði. Kjaragliðnun er reiknuð út frá áðurnefndri 69. grein laga almannatryggingar en þess ber að geta að útkoman segir ekki til hvað fólk þurfi til að geta lifa mannsæmandi lífi í íslensku samfélagi. En ég ætla að koma hérna með nokkuð dæmi hvernig þetta kemur í raun út tillögurnar hjá okkur. Á næstu glæru sést hver munurinn er á tillögum í tilfelli einstaklinga sem fá fyrsta mat 18 til 24 ára og hafa enga tekjur annars staðar frá. Endurskoðunarnefndin leggur til að lífeyrir verði 212.000 rúmar og síðan bætast við 22.000 krónurnar fyrir viðbótina og þá er það samtals 234.000. Með heimilisuppbót yrði þá tala 268.000. Virkt samfélag þá er gert ráð fyrir að þessi 3 bótaflokkar samtals verði 306.000 og með heimilisuppbót 350.000. Munurinn er án heimilisuppbótar 71.000 og með heimilisuppbót 82.000 krónur. Mismunurinn fyrir eldri einstaklinga er minni eins og sjáum á þessari glæru. Ég verður að fara svolítið hratt yfir þetta núna. Það er vegna þess að aldurstengda örorkuuppbótin er lægri. Að lokum eru 2 glærur með töflum sem eiga að sýna í framkvæmd tillögur og skýrslunni Virkt samfélag að ríkið tryggi að framfærsla sé ekki undir skilgreindu lágmarksviðmiði, óháð því hver greiðir hana. Einstaklingurinn nýtur réttar en þarf ekki að þvælast á milli stofnana til að ná fram rétti sínum. Á fyrri glærunni sem er hérna fyrir fram með núna, 50% lífeyrir og 50% atvinnulausbætur, er dæmi þar sem sýnir að viðbót kemur alltaf frá VFS, Vinnu- og velferðarstofnun, til þess að fólk fái örugglega lágmarkið. Síðan bætist við það aldurstengd örorkuuppbót og heimilisuppbót. Hins vegar í tillögum nefndarinnar þá fengi viðkomandi 50% lífeyrir og svo 50% atvinnulausbætur sem er þá 207.000 krónur. Og við það getur bætið svo viðbótin ef viðkomandi er undir 44 ára aldri og heimilisuppbótin ef viðkomandi á rétt á henni. Og ef ég tek hérna annað dæmi, 50% lífeyrir, engar atvinnutekjur og engar atvinnuleysisbætur, þá tryggir áfram, samkvæmt tillögu ÖBÍ, er áfram tryggt viðbóti frá VFS, hún hækkar bara. Hins vegar myndi fyrir þann einstaklings samkvæmt tillögu nefndarinnar myndi fá 106.000 krónur, sem hálfar atvinnuleysisbætur. Og ef hann ekki með neina aðra tekjur, að þá er viðkomandi að leita til félagsþjónustu sveitarfélaga eftir fjárhagsaðstoð, því að hann hefði í raun ekkert annað nema kannski viðbótina eða heimilisuppbótina.
eða lífeyrissjóð. Á lokasprettinum, nú ætla ég alveg að koma að lokum síðasta glæran, á lokasprettinum í starfi nefndarinnar var bætt við eftirfarandi setningu. Þá leggur nefndin til að hækkanir á fjárhæðum bóta almannatrygginga fylgi þróun lágmarkslauna hverju sinni. Í sameiginlegu séráliti ÖBÍ og stjórnarandstöðunar að finna eftirfarandi athugasemd sem ég ætla að lesa þessu upp. Í skýrslunni ekki kveðið skýrt á hvernig lífeyrir eigi að hækka í samræmi við krónutöluhækkun lægstu launa. Lífeyrir án heimilisuppbótar og viðbótar skal vera að minnstakosti jafn hár og lágmarkslaun hverju sinni. Í þessu samhengi rétt að hafa í huga að frá því nefndin tók til starfa í lok árs 2013 hafa efnahagslegar aðstæður þjóðarbúsins vænkast verulega og þar með hafa forsendur breyst. Fjárhæðir almannatrygginga hafa ekki fylgt launaþróun og lífeyrir hækkað mun meira en lægstu laun og í kjaragliðunum síðustu ára því enn óbætt. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Sigríður. Þannig að við erum aðeins, og ég best velurinn því komin fram úr tíma, sumpart af tæknilegum ástæðum, músin datt niður starfsgetumflokk og ekkert við því að gera. En þá komið að því að Halldór Sævar Guðbergsson varaformaður Öryrkjabandalagsins tjáði sig praktísku hlið þessa máls alls, hvernig vinnumarkaðurinn geti og vilji taka á móti höndum sem vilja taka til hendinni. Gjörðu svo vel. Komiði sæl og blessuð. Gaman að vera með ykkur hér í dag og fjallum þetta mikilvæga mál. Ég var nú að hugsa hérna áðan að þeir eru búin að sitja svo stillt og prúð að ég myndi sennilega meta ykkur með 100% starfsgetu, alla sem eru hérna inni. Það væri mjög einfalt starfsgetumat, bara ef maður geti setið kjur. En ég ætla að fjalla aðeins vinnumarkaðinn og hvernig þetta snýr að okkur öryrkjunum og ég byggi það sem ég segi hér svolítið að minni reynslu sem atvinnu og menntaráðgjafi eða virkniráðgjafi hjá þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda og sjónskert og daufblinda í nokkur ár. Einnig bara ég hef komið að ýmsum nefndum hjá hinum opinbera og félagasamtökum þar sem við erum að reyna að koma með úrræði að byggja upp stofnanir sem eru að virkja fólk og hjálpa fólki í endurhæfingu og svolítið hvernig vinnumarkaðurinn snýr að okkur. Hvernig íslensku vinnumarkaður í dag? Við státum okkur af því að við erum rosalega dugleg þjóð. Við bara vinnum og 80% kvenna, yfir 80% kvenna og kalla á Íslandi vinna. Við þurfum helst að vera í 2 eða 3 vinnum og það gott ef við fengi 4. vinnuna. Allir eiga bara að vinna og þannig að redda skuldunum okkar og framfærslu. Og þetta allt annað kúltúr en við sjáum til dæmis á Norðurlöndum. Norðmenn og Svíar hundlatir, nenni ekkert að fara í engavinnu og svona, vilja bara vinna frá 8 til 4 og 5 daga vikunar. En hvernig þetta með okkur öryrkjana? Erum við ekki bara með 80% bara eins og með almenning? Nei, það ekki þannig. Samkvæmt tölum frá Tryggingastofnun þá innan við 30% fólk sem fær örorkubætur sem með einhverjar atvinnutekjur. Og byrju, af hverju þetta? Jú, stjórnmálamenn og margir í samfélaginu, því miður verð ég að segja að við bara nennum ekki að vinna. Þeir komast á þeirri niðurstöðu, við höfum heimsmet í hlutastörfum á Íslandi. Við erum langbest í heiminum, sko. Við höfum heimsmet í hlutastörfum. Við
við erum með atvinnuleysi núna í kringum 2% og hefur alltaf verið og nennu ekki að vinna. Svona rosalega ljúft líf, hið ljúga líf að vera innan við 200.000 krónur á mánuði? Nei, það ekki þannig. Það einhverjar aðrar ástæður fyrir því að fólk með skerta starfsgetu ekki að taka þátt á íslensku vinnumarkaði. Getur það kannski verið að harkan á íslenska vinnumarkaði mikil? Við höfum öll kannski lesið atvinnuauglýsingarnar. Það alltaf verið að leita að súper starfsmannum. Hann á að multitaska, hann á að geta gert 5, 6, 7 atriði og svo hæfniskröfunar. Þær alveg, góður í mannlegu samskiptum, háskólapróf, snirtilegur, tala 3-4 tungumál og hvað gera atvinnurekendur og mannustjórar? Þeim falið að ráða besta fólkið. Þá sem eru mestu framleiðina. Og hvernig kemur maður út í svona kerfi þegar maður sækir vinnu og já, ég með 24% starfsgetu. Hvar fer sú umsókn? Fer hún ekki neðst í bunkan? Ég myndi halda það, ég myndi gera það ef eigandi fyrirtæki sem ég væri mannustjóri, hann að segja mér bara, ég þarf að ræða hæfasta fólkið. Þannig að þetta og varðandi þessa skýrslu sem meirihluti nefndarinnar lagði fram, að það ekkert verið að tala hvernig vinnumarkaðurinn ætlar að koma á móts við fjölgun á vinnumarkaði. Hvaða skuldbindingar ætlar vinnumarkaðurinn, hið opinbera og almenna vinnumarkaðurinn að leggja fram? Þetta sett svolítið í okkar hendur. Í fyrsta lagi varðandi þeir sem eru með litla starfsgetu, frá 0 til 24%, þeir verða í ofurskatti, samkvæmt þessu, samt eru flokkarnir sem eru núna vilja skattalækkanir, en einstaklingur sem með litla starfsgetu, hann, ef hann vinnur sér 100.000 krónur, þá með skerðingum og sköttum, þá fær hann, bara 70% skattur, eins og ég horfði á. Hann fær 30.000 og þetta bara ofurskattar. Þetta hærri skattar heldur en hátekjufólk á Íslandi látið borga. Og þetta finnst mér, og ég bara eftir að sjá það, að einhver þingmaður alveg saman hvað hann samþykkt þessa tillögur. Þessu sjónarmið erum við búin að halda margoft á lofti í nefndinni, ásamt fleirum, þroskahjálp og fleiri aðilum, en það hlustað, en það ekki tekið á málum. Það bara, þetta leysist eitthvað. Annað dæmi sem ég ætla að segja ykkur, varðandi, ég held að menn sjá svolítið fyrir sér að við munum, öryrkjarnir, fara úr því að vera með 76% örorku í dag, eða 75% örorku, og fara öll í 50% starfsgetuna. Við munum bara hringja niður Tryggingastofnun og segja, ég er búin að reikna mig út og það bara best fyrir mig að lækka starfsgetu. Að ég hafi meiri starfsgetu. Og það nefnilega, þar gulrótin. Því ef maður með 50% starfsgetu, þá má maður þéna ótakmarkað. Maður getur verið með 1 milljón og svo fær maður 50% lífeyri frá Tryggingastofnun. Það engin þök. Hvaða kerfi í almannatryggingakerfinu svona byggt upp, eða fæðingarorlofi, eða það ekkert svona kerfi. Og ég svolítið hissa á þessari framsetningu vegna þess að það sem ég hef áhyggjur af, að mörg inni kannski fari í eitthvað rosa flókið starfsgetumat og niðurstaðan já, þú ert með 50% starfsgetu og farðu að vinna og viðkomandi langar að vinna og hann fer að leita sér að vinnu hér og þar en fær ekki vinnu. Hvað gerist þá? Það ekki tekið á því í þessu kerfi. Jú, og það bókun frá sveitarfélögunum. Þau hafa áhyggjur að þessi hópur muni lenda á framfærslu sveitarfélagana. Þannig að þetta viðhorf
hérna á íslensku vinnumarkaði svolítið við erum öll góð og auðvitað hjálpumst við það fá allir vinnu. Ég held að það verður að ganga miklu stífar. Það verður að vera hvati í kerfinu eða það verður hreinlega að vera einhver lagastoð fyrir því að atvinnurekendur verða að ráða fólk með skerta starfsgetu. Og ég vil samt leggja áherslu á að það eru mörg jákvæðir hlutir að gerast eins og varðandi starfsendurhæfingu, en við erum bara eftir að byggja hana betur upp. Við erum eftir að með úrræðum, fjölga úrræðunum, við erum að bæta úrræðin, lengja úrræðin. Get bara nefnt sem dæmi með mig sem þegar ég missi sjónina, þá ef ég væri í Þýskalandi þá hef ég fengið 3 ára endurhæfingu sem blindur maður. En það var ekki í boði hér. Þetta tekið, og ég kannski þarf ekki 3 ára endurhæfingu, en það vantar bara meiri svona sérhæfingu í endurhæfingarúrræðunum, en það hefur orðið uppbygging á síðustu árum. Eins vil ég koma hér að það verið að vinna breytingum eins og á vinnustaðasamningum. Það svolítið í dag one size fit all og ég vonast til þess að það verði fleiri útfærslur þannig og ég veit að það vilji hjá Vinnumálastofnun að bæta og fjölga úrræðum, en þá þurfum við að fara í samvinnu við atvinnulífið. En ekki þannig, og það sem ég fannst líka vont við þessi óvissa með þetta nýja kerfi. Þetta á að takast upp áramótin og ætlum við vera búin að redda öllum vinnu þá eða það bara ekki raunhæft. Ég hefði viljað sjá til dæmis að menn hafi farið í meiri rannsóknir áður þess að tillögur lagði fram. Taka til dæmis 100 manna hóp og þræðunum í gegnum starfsgetumat og sjá hvernig en þetta bara svolítið autt blað, og það ekki hægt að henda upp framfærslu fólks bara upp í loftið. Og ég skil alveg áhyggjur fólks þegar það hringir og hringir niður í öryrkjabandalag og hefur áhyggjur á þessu hvernig verður þetta eftir áramót? Og við erum að tala um framfærslun okkar. En það samt, þá ekki að segja eins og við höfum lagt fram okkar skýrslu, það eru tækifæri í starfsgetumati. Ég vil líka leggja áherslu á það að við erum heldur ekki að tala um það að allir geti unnið. Við vitum það að fólk með alvarlega sjúkdóma, mjög veikt, en að það geti tekið virkan þátt í samfélaginu. Það svo margt annað en bara að vinna, að það fái, en þá grundvöllur þess að það verður að hafa viðverandi framfærslu. Ég lofaði Sigmundi Erni að tala í 10 mínútur, ekki konar 10 mínútur? Það bil, já. 9:40. En já, þannig að ég held ég ætla samt, ég kannski búin að vera neikvæður í garð vinnumarkaðarins í Íslandi. Ég verða líka að segja það eru alveg til góð og fín dæmi þar sem hlutirnir að ganga upp. En ég held ef við ætlum að fara í svona miklar breytingar að þá verða að vera meiri skuldbindingar á atvinnulífinu. Við sjáum bara hörkuna, hvað erum við að lesa í blöðunum í dag? Við erum að lesa það að við erum að fá útlendinga, við erum að fara illa með útlendinga á íslensku vinnumarkaði. Og þannig að það þarf að tryggja það að það verður ekki farið illa með öryrkja á íslensku vinnumarkaði. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Halldór Sævar Guðbergsson, varaformaður Öryrkjabandalagsins. Okkur ekkert að vanbúnað að halda hér fram í sal og fá okkur kaffi og kröður í, en höldum svo áfram innan skamms. Ég mun hóa í allt fólki hér í salnum til að koma hér aftur inn og halda áfram með ráðstefnuna innan nokkurra mínútna, en njótið veitinga vel áður en við höldum áfram.
Góði fundargestir, við förum þá að halda áfram með ráðstefnun okkar sem fjallar starfsgetumat í stað örorkumats, svo fremi að svo kerfisbreyting sé möguleg í þágu fólksins í landinu. Við erum búin að fara hérna nokkuð víða völl og fjalla afstöðu Öryrkjabandalagsins til skýrslu ráðherrans og af hverju bandalagið hefur ekki fallist á öll þau rök sem þar koma fram. Nú ætlum við að fá stutt álit frá ýmsum hópum sem tengjast þessum geira með einum öðrum hætti, frá félagi heyrnarlausra, Gigtafélaginu, Sjálfsbjörgu, Átaki og Geðhjálp, og það eru auðvitað allt fólk sem þekkir gjörla til málaflokksins sem hér talar eftir í stuttum 10 mínútna erindum. Ég mun kannski ræna mínútu eða svo af hverjum og einum, en legg áherslu á að fólk tali skýrt og ekki of hratt fyrir þá sem þurfa að heyra vel hér fram í sal, og það er kannski líka ástæða til að hvetja fólk til þess að vera ekki að vitna of í það sem stendur á glærunum, vegna þess að það er ekki allir sem sjá þær eðli málsins samkvæmt. En við skulum ríða á aðið með áliti frá félagi heyrnarlausra, og það er Heiðdís Dögg Eiríksdóttir sem kemur með innlegg frá því góða félagi. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Hvernig ger ég þetta þannig að fylli út í skjáin? Á hvað taka ég til? Eru þarna, fann það? Takk. Takk. Góðan daginn, ágætu málþingsgestir. Mig langar til þess að þakka fyrir boðið að fá að koma hingað. Ég heiti Heiðdís Dögg Eiríksdóttir og er formaður félags heyrnarlausra. Mér finnst þetta átak Öryrkjabandalagsins mjög mikilvægt og tími til komin að við förum í gegnum þessa endurskoðun. Ég þarf að standa hérna í þessum kassa, þannig að er ég lagi myndavélana vegna að ég færi mig og skipt glæri öðru hvoru? Allt í fína? Mig langar aðeins til að byrja á því að fara að sýna ykkur okkar sjónarhorn. Okkar sem að notum annað tungumál, en það sem við stendur okkar hjarta hvað næst eru lögin íslenska tungu og íslenskt táknmál sem að voru samþykkt á Alþingi fyrir rétt tæpum 5 árum síðan. Ég ætla ekki að fara yfir lögin í heild sinni, heldur líta aðeins á 13. greinina. En í henni kemur fram skyldur ríkis og sveitarfélaga vegna þess að ríki og sveitarfélögin eiga ekki og mega ekki mismuna fólki á grundvelli tungumáls. Málin eru jafngild. Íslensk tunga og íslenskt táknmál eru jafngild samkvæmt lögum. Mig langar til þess að biðja ykkur að hafa þetta í huga, alltaf. Og þetta þarf að hafa í huga varðandi alla stjórnsýsluvinnu, alla nefndarvinnur, alla vinnu, alltaf hreint. Málin eru jafngild. Ég nota skammstöfunina ITM fyrir íslenskt táknmál. Og ég nota ITM einstaklingur og það er sem sagt táknmálstalandi einstaklingur hér á landi. En íslenska táknmálið er fullgilt tungumál og fyrir okkur sem erum döff og reiðum okkur á íslenska táknmálið, þá er þetta okkar samskiptamál. Þannig að við sem erum táknmálstalandi, við lítum ekki á táknmál sem stoðþjónustu.
Hins vegar nýtum við okkur táknmálstúlk til þess að geta nýtt okkur þá stoðþjónustu sem í boði. Það það sem, þannig viljum við láta líta á hlutina. Táknmálstalandi einstaklingar, okkur líður vel með hverjum öðrum, saman í hópi. Til dæmis á vinnustöðum þar sem að vinna nokkrir heyrnarlausir, táknmálstalandi, 5 til 7 einstaklingar að vinna á sama vinnustað við ólík verkefni, en við getum þá hist í kaffitímanum og spjallað á okkar tungumáli. Þannig líður okkur vel. En að sjálfsögðu, með því að nýta okkur túlkaþjónustu, getum við tekið þátt í öllu samfélaginu. Öll vinna í kerfinu, varðandi þjónustu, mat, greiningar, viðtöl, fundi, á öllum þessum stöðum mjög mikilvægt að til sér staðar fólk sem þekkir mál og menningu heyrnarlausa. Við lendum oft í því að koma á einhvern stað þar sem að fólk fer í hálfgerða flækju yfir að það þurfa að nota túlk eða að það sé heyrnarlaus manneskja komin á staðinn. Og þá verða samskiptin þá verður alltaf högt í samskiptunum. Hérna hefur verið talað MSE, sem sagt mat á starfsgetumat og endurhæfingamat, sem gott og gilt. En það eitt sem við veltum fyrir okkur varðandi þetta. Matið skoðar líkamlega heilsu, andlega heilsu og félagslega stöðu. Mjög margir heyrnarlausir eru með þá fulla starfsgetu varðandi þessu mati, en eiga hugsanlega í erfiðleikum með að fá vinnu vegna tungumálsins. Við veltum fyrir okkur hvernig hægt að leysa þetta. Í dag hefur ekki verið tryggð túlkaþjónusta í atvinnulífinu á Íslandi. Það eru engin lög eða engar reglugerðir sem tryggja rétt til túlkanótkunar í atvinnulífinu, ekki á Íslandi. Á Norðurlöndunum, til dæmis í Noregi, þá eiga þeir sem að vinna fulla vinnu rétt á að hafa hústúlk, eins og kalla. Það eru þá túlkar sem eru innan hús, að túlka þegar fólk að hringja á fundum og alls konar. Þetta ekki tilbúið til staðar hér. Og við að berjast fyrir þessu og reyna að finna lausn til að ná þessum rétti hér á landi. Í dag eru alltaf fleiri og fleiri að fá sér menntun, efla sér menntunar. En þegar koma út á atvinnumarkaðinn, alveg eins og Halldór sagði í dag, allar kröfurnar sem gerðar til fólk sem ráðið í vinnu, það þarf að geta átt í samskiptum. Og þá það spurningin, já, ég geti alveg synt þessu öllu að væri túlkur á staðnum, en hver á að borga fyrir túlkinn? Þessi sameiginlega stofnun, vinnumálastofnun, sjúkratrygginga og tryggingastofnunar, það væri gott og gilt. En það þarf að hafa í huga að í dag eru lög réttindi og skyldur sjúklinga. Í 5. grein sagt að einstaklingur sem tjáir sig ekki á raddmáli á rétt á því að fá túlk. Þrátt fyrir þessi lög eru við í félagi heyrnarlausa oft að lenda á veggjum varðandi þessa grein, sérstaklega varðandi einkafyrirtæki sem hafa gert samninga við sjúkratryggingar, þar sem boðið upp á meðferðarúrræði, heilsuþjónustu, einhvers konar. Þessi fyrirtæki neita að borga fyrir túlkaþjónustuna. Þannig að við erum alltaf, en þá í dag, að lenda í vandræðum, þrátt fyrir þessi lög. Við upplifum líka að það til dæmis heyrnarlaus einstaklingur sem vélvirki og það eru ákveðnir kjarasamningar sem að segja að grunnlaunin séu kannski 420.000 eða eitthvað. En vinnustaðasamningarnir hindra fólk á vinnumarkaðnum út af þakinu sem á vinnustaðasamningunum. Fyrir utan svo vandan við að fá ekki túlk. Við viljum að það sé mjög skýrt að atvinnurekandi þurfi ekki að bera kostnað af því að hafa túlk vegna heyrnarlaus starfsmanns.
Og mig langar að taka undir með Halldóri, það sem hann var að segja áðan, að það þarf að breyta viðhorfum. Og spurningin er samfélagið tilbúið til þess að taka á móti okkur inn á vinnumarkaðin? Það skiptir ekki máli hvaða prósentu hlutfall við myndum vinna, hvaða leið til aðlögunar við notum, en ég alveg viss það að í okkur öllum mannauður, gríðarlegur mannauður sem að samfélagið græðir á. En þá vil ég bara þakka fyrir mig að lokum. Takk hérlega fyrir þetta, Heiðdís. Virkilega mikilvægt erindi og innlegg í þessu umræðu. Þarna komum við auðvitað beint að praktísku hlið þessa máls, hvort að stjórnvöld, ríkið sjálft og atvinnulífið sé tilbúið að taka á móti vinnandi höndum á forsendum fólksins sjálfs. En það í mörg horn að líta í þessum geira og næst það Gigtarfélag Íslands. Dóra Ingvarsdóttir, hvernig horfir þetta mál við því góða félagi? Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir og góðir fundargestir. Áhrif nýs kerfis á möguleika fólks til atvinnu og framfærslu. Þetta spurning sem brennur á fólki með skerta starfsgetu. Hvaða áhrif hefur þetta nýja mat á möguleika fólks til atvinnu og framfærslu? Það ekki nóg að fá mat upp á 50% starfsgetu ef engin hlutastörf bjóðast. Hvernig reiknast á bætur? Það fólk bara metnar 50% örorkubætur þó að engar atvinnutekjur koma á móti. Síðan koma til sögunar allar þær skerðingar sem verða á greiðslum ef fólk hefur einhverjar tekjur, eða minnst eins og verið hefur. Fólk með gigtarsjúkdóma oft hrætt við að opinbera sína sjúkdóma vegna skilningsleysis og hætt á því að missa vinnuna. Flestir bera þessa sjúkdóma ekki utan á sér. Einkennin vel falin, en vanlíðanin hún getur verið mikil. Oft koma þessi einkenni í lotum og einstaklingurinn fullfrískur á milli. Sveigjanlegur vinnutími og eða hlutastörf kæmu þessi fólki afskaplega vel og myndi auka sjálfsvirðingu þess. Mín kynni af fólki með gigt að það yfirleitt mjög ósérhlífið og leggur sig fram að standa sig í starfi og leik. Til dæmis yngra fólki hjá Gigtarfélaginu kemur ekki mikið á fundi eða vill vera sýnilegt, en það mjög virt á lokuðum samfélagssíðum hópsins. Í hugum fólks ímyndin sú að gigtarsjúkdómar herji bara á gamlar konur. Því miður hið gagnstæða staðreynd. Börn fá líka gigt. Það greinast 14 börn á ári með gigt. Og börnin eldast og 18 ára þau orðin ungt fólk með gigt. Það reynist þeim oft erfitt og erfiðu hjalli því þá eiga þau að bera ábyrgð á eigin lífi á einni nóttu. Það getur líka verið erfitt fyrir þetta unga fólk að stunda nám og skerðir það verulega möguleika þess til heppilegra starfa. Ungt fólk sem ekki hefur verið með barnagigt greinist líka með ólíka gigtarsjúkdóma. Þó óskastaðan væri að þeir væru færri, þá það mikilvægt að fólk fái greiningu sem allra fyrst. Það getur gjörbreytt lífi fólks, sérstaklega eftir að nýju líftæknilyf komi til sögunar. Þau ekki bara fyrir krabbameinssjúklinga, en því miður þá henta þessi lyf ekki öllum. Gerð hefur verið könnun á vefjagigt og örorku sem birtist 2008, en vefjagigt og slitgigt algengustu gigtarsjúkdómarnir. Könnunin beindist að konum með vefjagigt og þær lýstu ástandi sínu meðal annars með ýmsum líkamlegum einkennum eins og dreifðum verkjum, doða, slappleika, bakveikið almennri þreytu og einkennin kom og fara án þess að hægt sé útskýra hvers vegna og þær upplifðu ástand sitt sem aumingjaskap. Þetta lýsing sem heyrir oft og að þetta sé bara almenn leti.
Þess má geta að stoðkerfisvandamál er önnur algengasta orsök öryrkju samkvæmt tölum Tryggingastofnunar. Það er mikilvægt að geta byggt sig upp með markvissri þjálfun og almennri hreyfingu samkvæmt ráðleggingum fagfólks. Aukin hlutdeild í lyfja, læknis og meðferðarkostnaði samhliða minnkuðum atvinnutekjum hefur skert sjálfstæði margra þeirra sem þjást af gigtarsjúkdómum. Það er því mjög mikilvægt að almannatryggingakerfið taki heildstætt á greiðsluþátttöku í læknis- og meðferðarkostnaði, þar með talið sjúkra- og iðjuþjálfun, jafnt og lyfjakostnaði. Því að ef þú vilt tekið eftir því að ég hef ekki talað gigtarsjúklinga. Almennt vil fólk með gikt ekki vera kallað sjúklingar. Heldur gera þeir allt til þess að vera nýtir þjóðfélagsþegnar, stunda sína atvinnu og vera eins sjálfstæðir og mögulegt er. Þetta er hægt í okkar velferðarþjóðfélagi ef einhvern tíma verður komið á samræmdu greiðsluþátttökukerfi og að skilningur verða á sveigjanlegum vinnutíma og hlutastörf getur verið laust á vanda margra. Gefum öllum tækifæri til að lifa mannsamendi og innihaldslíku lífi. Takk fyrir. Takk fyrir Dóra. Mjög mikilvægt að fá erindi frá þessum ólíku félögum sem eiga þá vitaskuld eitthvað sameiginlegt. Já. Og bregða út á dagskráni og fá hér erindi næst frá Geðhjálp sem frá Silvían Pétursson Lecoultre og að svo búinu kemur svo Guðmundur Ingi Kristinsson upp frá Sjálfsbjörgu. En gjörðu svo vel. Bíddu nú við. En hvaðan fer ég úr þessu fyrst? Nei, það er ekki þetta. Ég vil ekki búsetta þetta. Nei, þetta er ekki rétt hvað þú eru búin að setja inn í, sko. Já, hérna, já, ok. Slideshow hérna niður, ekki. Ok. Það er komið, ok, takk fyrir. Já, ég heiti Silvían Pétursson Lecoultre og hérna stjórnarkona í Geðhjálp en ég er líka búin að starfa í mörg ár á málefni geðfatlaðra og með endurhæfingar og starfa núna í hlutverkasetur sem er virknimiðstöð og minn dagleg vinnu er að tengja fólk við vinnumarkaður. Og ég var viðurkenna en ég er búin að vera að hlaka til að fá skýrslu breytingar að tryggingarlaun í mörg ár og ég er búin að ljúga að fulla fólki sig og vilja 3 ár núna en það var að koma ný kerfi sem myndi vera mikið betra og mikið gefa þessi möguleika að getur taka þátt í atvinnulífið án að lenda í endalaus skerðingu. Og viti menn, ég var bara sjokki þegar ég las skýrslu frá þessi nefnd, Pétur Blöndal nefnd, að því mér finnst við að fara í óvissu skref frekar en að bara fara í eitthvað sem maður er að hlakka til fyrir. Í skýrslu er útskrifa mjög vel hvað ferli þessi nefnd er búin að ganga, þetta 10 ára sögu, þetta er búin að vera stífir nefnda fundir með 41 formlega fundir fulla gestir og smá móðgun fyrir okkur hjá Geðhjálp, það var engin fulltrúi frá okkur samt 38% af fólk sem er með öryrkja eru vegna geðraskanir en engin datt í hug að bjóða okkur til að koma að tala þessi málefni.
Þegar ég var búin að lesa þessi skýrslan, mér finnst að það var óljós, ómarkviss, skortir grundvallar hugmyndir og framkvæmda áætlun og vekur upp flere spurningar enn før. Als vi utlandsk, alveg eins og ég herrir, ég fór að bara vanmeta mig og hugsa kannski ég kunne ekki almennilega lesa íslensku, så ég las þetta aftur og aftur nokkur sinnum. Og ég lét samstarfsmenn og notanda sem ég er að vinna með glugga í skýrsluna líka og við vorum bara að fara að stofna kvíðahóp. Breiðbótakerfi, nefndin leggur til að almannatryggingar greiddi stabil 212.000 krónur, sem auðvitað allir fann þetta fáránlega tölur. Og pluss kemur þessi 45% skerðinghlutfall vegna vísbótatekna sem folk voru heima að regna hvernig það myndi koma út fyrir þeim og það auðvitað kemur út mjög illa fyrir flestir. Hverja 1000 krónur verða 320 krónur, þetta bara maður verkert áfall. Og sérstaklega þegar maður hugsa sér í þessi hópur sem ég er að þjóna, stór hluti að bataferli er byggt að vera virk og atvinnuþátttöku skipta rosalega mikið málið. Alveg eins og í hinn hópar, notabene, ég held ég er að tala fyrir folk með geðröskun en ég held við öfum öll sameiginleg að vera virk út í þjóðfélagið hvað sjúkdómur og bakvið skipta engin máli, þetta er eitthvað sem allir vilja. Og als við Halldór var að tala öll þessi lötfolk sem vil ekki vinna, ég er að starfa daglega með folk sem ekki langar að fara að vinna. Þessi folk bara virkilega langar þetta bara markmið nummer 1, 2 og 3 að getur fara að vinna í 25% eða 50% en vera virk út í þjóðfélagið. En mitt óvissa öryggi og kvíði, þetta tilfinning sem við fengum eftir að hafa lesað þessi skýrslu. Það er svo margir hluti sem ekki tala eða sem ekki búin að svara, hvað barnalífeyris og fjölskyldubætur, hvað viksverkan í samspil við almannatrygging, þetta ekki búin að ákvaða, hvað lífeyrisþegar með lágar tekjur, hvað sá sem flytja til landsins sent og ævinni, hvað hugmyndafræðin, ég mjög mikið styðjandi manneskja starfgetumat, en öryrkja starfgetumat ef þetta ekki skýr hugmyndafræði og hvernig maður ætla framkvæma hluti, það segir ekki neitt. Hvað folk með 50% starfgetu, alveg eins og flere er búin að segja undan mér, þetta er engin 50% starf út í vinnumarkaður. Ef aldrei einu stór hluti að öryrkjar í dag voru mettin í 50%, þessi folk mun ekki få vinnu. Þetta er svo fáir störf í hlutastarf, þessi folk myndi mjög líklega þurfa að nota atvinnuleysisbótum eða framfærslu frá sveitafélagis. Og jafnvel, notabene, folk myndi få eitthvað vinnu ef þetta láglaunastarf, og við tekum 50% laun að eitthvað láglaunastarf, þessi halvan bætur og halvan launastarf mun vera ekki neitt. Hvað menntunarúrræði? Þetta ekki minnst í þessi skýrslu mikilvægan þátt í endurhæfingu og atvinnuþátttöku og þetta nefnt fjárhæðum bóta og að fylgja lágmarkslaun. En maður spyr hver er viðmiðið almennt eða opinberi markaðurinn. Þetta er ekki skýr hvað þú er að tala. Ég er að tala aftur kvíða. Aðalvandamál einstaklingar með geðraskanir og ég er ekki að tala greiningar núna, ég er að tala grunnvandamál folk með geðraskanir er að vera kvíðin, sérstaklega lítil þol fyrir óvissu og öryggi og við erum stödd núna, við erum stödd í það að breyta eitthvað sem múin að segja 1. janúar 1917 og ég man ekki hver var að tala þetta, ég held að
maður veit ekki hvert við erum að fara. Þetta mjög ómarkviss og maður sé ekki búin að gera þetta ekki búin að gera áætlun hvernig á að fara framkvæma þessi hluti sem í skýrsluna. Og varðandi starfgetumat. Starfgetumat fangar augnablikkið. Og birtingarmyndir geðrænar einkenna geta verið mjög sterkar og mjög lúmskar. Ef ég tekur einstaklingur sem getur verið metinn þegar einkenni eru eins og verk, hann getur verið metinn óvinnufær. En eftir 5 ár, sama einstaklingur getur verið komið með 50% vinnugetu. Og eftir 10 ár kannski komið alveg að vera alveg vinnufær. En þetta eins og flóknar en þetta, að við innan þessi ferli, 20 år ferli, hvenær sem maður getur vera alltid einu óvinnufær í 6 måneder vegna einkenni sjúkdómur blomstra aftur. Så það sér sjálf en þessi starfgetumat, það verður að bara hugsa líka, það ekki nóg að framkvæmna einu sinni, hvenær ætla endurmeta, þetta að vera sama aukurskirteni, myndi vera þetta á 10 ára fresti, 5 ára fresti og 2 ára fresti, mun einstaklingur spyrja sjálfur að vera metinn aftur, það er bara spurning. Umhverfi þættir, það er búin að tala þetta líka áður. Fyrir okkar umhverfi þættir skipta rosalega mikið mális. Ég ætla að láta ykkur bara vita lítil sögu. Fyrir nokkur ár síðan ég hjálpaði ungur maður að fá vinnu í 50% held ég í útskakna verkstæði. Og hann fekk stuðning til að fara í vinnu, hann fekk góða móttöku, verkstjóri hans vissi alveg hvernig hann átti að bara taka á móti honum. Þetta einhver sem þurfi mjög mikið öryggi, mjög skýr lesbenningar í byrjum daginn. Hann mátti vera að svara oft spurningar, að einstaklingur var með mjög mikið kvíða og öryggi. Og þessi ungur maður var í mjög líklega 8-9 måneder í þessi vinnustad og það gekk ljómandi vel. Nema hvað kom sumarfrí og verkstjóri fór í frí. Nýja verkstjóri var ekki vondur, hann bara var oft í burtu vegna álag, vegna sumarfrí, hann var veikur og þessi einstaklingur fann alltid nu fyrir rosalega mikið öryggi og kvíða gripti hann og hann misti stjórn og hann misti vinnu. Så þetta typisk sögu svolítið okkar umhverfi folk með geðeinkenni þarf að vera mjög næm fyrir einstaklingur sjálfur. Og så stor hluti av hópur sem að vinna með þarf að vera í hlutastarf. Og þegar ég tala hlutastarf, ég segja oft að byrja í 25% vinnu og getur auka í 30% vinnu. Einfaldlega, folk sem búin að vera lengi frá vinnumarkaði vegna veikinda hefur lítil sjálfströst og oftast kvíðin að fara að vinna og þurfa yfirleitt langtíma aðlögun. Það ekki góð hugmynd að fara bent í 80% starfi. Jafnvel, einstaklingur hefur mjög góðan færni og öll möguleika að getur meðhandla starfið í sjálfa sig. Það best gott að byrja með 25% og svo bara aukning verður að fylgja tilfinningu einstaklingsins. Hann ákveður hvenær hann tilbúinn. Það aftur áskorun fyrir vinnustad og kerfi að aðlaga þarfir einstaklingar en ekki einstaklingur þurfi aðlaga kerfinu. Og það snýst mitt þetta en þetta alltaf einstaklingur sjálfur sem veit hvað tilbúinn að taka næsta skref. Mér langar að segja svolítið endurhæfing. Við erum ekki búin að tala mjög mikið endurhæfingar hérna. Ég vann fyrir nokkur ár síðan þegar hver sem mátti vera með endurhæfingar lífeyris og enginn var að
skoða hvað þessi einstaklingur gerði, smásögu ágætur drengur sem var búinn að vera 1,5 ár með endurhæfingarlífeyris sem geðlæknir hann skrifaði, en hann var að nota peningar til að vera í neyslu, en það var mjög lítil endurhæfingar sem var að fara fram nema að mæta eina sinni mánuði til þessi blessu geðlæknir. Så maður skilur alveg en tryggingarstofnun var búinn að setja meira mörk og meira ramma undan endurhæfingarlífeyris. En nú verður komin í svolítið öfga, og ég held það verður að vera byggt tröst og samvinna. Tryggingarstofnun þarf að treysta einstaklingun sem eru að skrifa undir endurhæfingar og ætlanir. Að við setja endalaust deadline ekkur kvíða og trufla ferlið. Ég held við þekkjum öll inn í einstaklingar sem sé alltaf koma þessi deadline sem þessi strikja upp 6 mánuð sem allt einu þarf endurnýja endurhæfingarlífeyri. Og eina ferði sen það verður að regna menntun í þessi. Einstaklingur sem veikjast og geði 20 ára gamall og var kannski búinn að flosna úr skóla, langar að byrja aftur í vinnu, sé eftir nokkur ár sem hann búinn að vera kannski í 50% vinnu, treysta sig að fara í skóla, hans endurhæfingarlífeyri farin. Og þetta mjög óréttlátt kerfi sem gefur ekki einstaklingur tíma til að lífa lífið og hans hraða. Þetta alltaf sett pressur að hann þarf að fara mikið hraðara. Ég vil ítrekka aftur og lokum en einstaklingar sem eru að lesa út í vinnumarkaðinn byrja í hlutastörfum. Eftir veikindi, langt veikindi, maður byrja í hlutastörfum. Einstaklingar sem hafa verið lengi frá vinnumarkaðum byrja í hlutastörfum, einstaklingar sem eru með lítla starfgetu eru í hlutastörfum. Og samkvæmt nýja reglur með þessi 45% skerðing það bara sýnir en stór hópur mun ekki lifa af með öll þessi skerðing sem bjóða fyrir einstaklingur sem alla fara þessi leið. Hvað svo að gera til að fjölga hlutastörfum? Við erum búin að tala þetta í 10 ár, 15 ár núna. Alveg sé hér að vinna með þetta dagslega og ég held flesti fyrirtæki tekur rosalega vel og móti mína eftirspurt þegar ég hef samband við fólkið. Nefnilega ég hafði samband með Sigurður hérna fyrir 2 vikur síðan, hann var ofsalega elskuleg og svaraði mig mjög kurteislega, en það vantar hlutastarf í hans vinnustad. Og ég held við verðum að hætta að meta fólk og fara að meta vinnumarkaðurinn. Ég held vinnumarkaður þarf að få hjálp til að skoða hvernig þú getur búið til hlutastarf. Þú getur ekki þetta sjálf og ég ekki að gagnrýna, þetta ekki þeirra vinnu, en við getum hjálpa þeim að fara að skoða í hvert fyrirtæki ef þetta möguleika að búið til hlutastarf. Ok, síðasta glæru. Ég vil þetta mjög sturt, ég tek undir skýrslu frá Öryrkjabandalagi, ekki 2 þrepakerfi, það þarf 4 þrepakerfi. Það búin að vera að reyna í mörg lönd í Evrópu og þetta reynir mjög vel. Takk fyrir mig. Já, við þurfum að fara að gera vinnumarkaðsmat, kannski tími til komin að meta hvernig atvinnulífið sjálft haga sig gagnvart fólki, en næst komið að sjálfsbjörgu. Það Guðmundur Ingi Kristinsson sem við þekkjum vel af skrifum úr blöðum og baráttu fyrir sínum hópi á undanliðnum árum. Gjörðu sæl og gættu hér upp í pontu og fluttu þitt erindi eins og þér ein með lagið, en þar á eftir komið að þroskahjálp og átaki. Gjörðu sæl. Takk fyrir. Fundarstjóri, félagar. Guðmundur Ingi Kristinsson heiti ég og félagi í sjálfsbjörgu. Félag fatlaðra á höfuðborgarsvæðinu. Félag aðili að sjálfsbjörgu landssamband fatlaðra. Markmið sjálfsbjargar að vinna að fullkomnu þátttöku og jafnrétti, hreyfihamlaða og annarra fatlaðra á öllum sviðum þjóðlífsins. Ég í kjararáði ÖBÍ fyrir sjálfsbjörg, formað bótar, aðgerðarhús og bætt samfélag og var í endurhæfingarnefnd laga almannatryggingar frá 15. september 2014 fyrir Pírata
og er félagi í Pírötum í dag. Ég skrifaði ekki upp á lokadrög skýrslunar í nefndinni laga almannatryggingar dagsett 10.2.2016 en ég skrifaði upp á sérálitið. Nefndin leggur til að greiða einn lífeyri til elli- og örorkulífeyrisþega í stað grunnlífeyris, tekjutryggingar og framfærsluuppbótar og hann á bara að vera 212.000 krónur á mánuði. Þessi lífeyrir lækkar 45% af öllu samanlögum tekjum viðkomandi eftir að tekjuskattur hefur verið dreginn frá. Utan séreignarlífeyrissparnaðar og fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga verður án frítekjumarka sem verður lögð niður. Nefndin leggur til að tekið verður upp nýtt matskerfi þar sem metið verði starfsgetumat í stað læknisfræðismat á heilsufæri eins og nú er örorkumat. ÖBÍ, Samfylkingin, Vinstri grænir, Björk-Framtíð og Píratar stóðu saman að séráliti og í lið 1 er talið upp það sem við erum fylgjandi í skýrslunni, til dæmis afnám króna móti krónuskerðingar og afnám víxlverkun almannatrygginga og lífeyrissjóða. Í lið 2 í sérálitinu er talið upp það sem við erum andi í skýrslunni, til dæmis framfærslu viðmið er óbreytt, óljós hvernig hækka á lífeyrir og hátt skerðingarhlutfall vegna tekna eða úr 38,8% í 45% sem gefur bara 322 krónur af hverju 1000 krónum. Launatekjum eftir skatt og skerðingar og þá er eftir að mínusa kostnað við að fara í vinnu, skerðingar á öðrum bótaflokkum, til dæmis húsaleigubætum. Með afnámi frítekjumarksins er lítið sem engin hvati til atvinnuþátttöku sem var eitt af aðalmarkmiðum nefndarinnar. Við gagnrýnum þetta, lagt er það til í skýrslunni að matskerfið verður 2 þrepa. Í fyrsta þrepi verður veruleg starfsgeta 25-50%, verulega skert starfsgeta og öðru þrepi lítið sem engin starfsgeta 0-25%. Við gagnrýnum þetta og teljum það óréttlátt því að innanleiða 2 þrepa kerfisins er ekki rétta leiðin og myndir raun viðhalda núverandi skiptingu. Því þeir sem eru með 49% örorku eða minna fá ekki einsýnu örorkustyrk. Virk starfsendurhæfingarsjóður er með í starfsgetumati sínu 5 þrepa kerfi. Þar eru starfsgeta miðað við ofantali störf 0-25%, 25-50, 50-75 og 75-100. Hvers vegna gera þeir sem standa að virkt tillögum annað kerfi í nefndinni en þeir hafa hjá sér? Hvers vegna eiga þeir sem í fyrsta þrepi sem vel að skert starfsgeta 26-50% að fá hálfan lífeyri frá TR og lífeyrissjóðum og hafa atvinnutekjur sem hafa engin áhrif á fjárhæð bóta? Þeir sem með fullan lífeyrir og litla sem enga starfsgetur og leggja mikið á sig til að vinna verða skattar og skertir 70% í sumum tilfellum og með vinnukostnað og öðrum bótum skertir yfir 100%. Verða að borga fyrir að vinna, hvað að hjá þeim sem skrifa upp á þetta og það ekki bara síðlust, heldur einnig stjórnarskrárbrot og mannréttindabrot. Þá verða þeir sem með gilt örorkumat samkvæmt núverandi matskerfi metnu við fyrstu reglubundu endurmat eftir gildistöku lagabreitingana samkvæmt hinu nýju matskerfi. Sú undantekning þó lögð að til þess að þeir sem orðnir 55 ára þegar endurmati kemur verður boðið að fá samkvæmt hinu nýju kerfi að þeim verður það ekki skylt. Þessi tala er röng og það vita allir að það er erfitt fyrir fullfrískan einstakling sem orðin 50 ára að fá vinnu. Hvað þá fyrir þá sem með litla eða enga starfsgetu. Það var undarlegt í nefndinni að ég var eini þar inni sem lifði á bótum TR og lífeyrissjóða og eina viðhorfið hjá þeim sem þar réðu, Samtök atvinnulífsins, verkalýðshreyfingunni og ríkinu, voru það að við vorum kostnaður og örorkubyrði. Örorkubyrði er eitt af ljótasta orð sem maður getur hugsað sér að setja fólk vegna þess að þú vinnur rétt í lífeyrissjóði og þú borgar lífeyrissjóð. Þannig að fá út þinn rétt getur aldrei verið byrði á sjóðinn. Ég gerði viðbót við sérálitið þegar þar segi til dæmis eftirfarandi. Úthlutunarnefnd listamannalauna starfa samkvæmt lögum. Samkvæmt fjárlögum 2016 nemur starfslaun listamanna 351.400 krónur á mánuði og verktakagreiðslur að ræða.
351.400 krónur á mánuði nema starfslaun listamanna sem þeim finnst ekki há tala. Þetta eru bætur frá ríkinu sem eru verktakagreiðslur og án allra skerðingar. Á sama tíma á að skerða helmingi lægri lífeyrislaun sem undir fátæktarmörkum 45% og það eftir skattu upp á 38,35% af öllum samanlegum tekjum viðkomandi. Lögþvingaður lífeyrissparnaður skattaður 38,35% skertu svo 45% en listamannalaun upp á 351.400 ekki. Hvaða lífeyrislaunaþegar væri ekki til í að hafa 351.400 krónur í framfærslu án allra skerðingar? Stjórnarskráin bannar mismunun og því ekki ólöglegt fyrir mig að skrifa upp á þessa grófu mismunun á listamannalaunum og lífeyrislaunum. 1.000 krónur verða eftir skatt og skerðingar 322 krónur. Laun upp á 351.400 krónur eftir skatt og skerðingar bara 112.000 krónur. 25% vinnugeta með mánalaun upp á 351.000 krónur eins og listamannalaun eru skila lífeyrisþegunum 87.850 krónur og eftir skatt 54.000 krónur og bara 28.000 krónur eftir 45% viðbótar skerðingu. Þetta verður á skattskýrslu 1.054.000 krónur og kemur til frádráttar til dæmis húsaleigubótum og fleiri bótum. Þannig að útborguð áslaun upp á heila 336.000 krónur verða engu við skerðingar á húsaleigubótum upp á 360.000 krónur en eins og ég fekk það í skerðingu árið 2010 bara vegna hækkunar á lífeyrissjóðslaunum. En þá hækkuðu lífeyrisbætur mínar nær 30.000 krónur á einu ári, á 30% en lækka á móti Tryggingastofnun. Þannig að ég var komin 10.000 krónur í mínus á því að fá eitthvað út úr lífeyrissjóði. Það má benda á að þegar núverandi staðgreiðslukerfi var tekið upp árið 1988 var 11 örorkulífeyrir langt undir skattleysismörkum og persónuafsláttur hefði ekki hækkað í neinu samræmi við lífeyrissjóðslaun. Við erum aðtöða núna í kjarahóp ÖBÍ bera saman persónuafsláttinn hvernig hann var og hver var hugsunin á bak við persónuafsláttinn á sínum tíma. Persónuafsláttur ætti að vera núna í dag 90 til 100.000 krónur á mánuði og þar að leiðandi væri 240 til 250.000 krónur laun á mánuði væri skattlaus. En eins og var upphæðlega settur inn þessi persónuafsláttur, það hefði við haft 25% afgangs upp í lífeyrissjóðslaun. Þannig að nála 350.000 krónum væru skatt og skerðingarlaus í dag ef það hefði verið farið að lögum. Niðurstaðan 212.760 krónur í skýrslunni undir fátæktarmörkum í dag og ættu að vera skattlaus ef réttu persónuafsláttur væri notaður en sköttu í dag frá 140.000 krónum sem langt undir fátæktarmörkum. Það þýðir að það vera að skatta fátækt 40.000 krónur í dag. Því eru 350.000 krónur lágmarkslífeyrislaun að vera í dag eins og lýsum fyrir skatta og skerðingar. Hættum að skatta fátækt eins og gert í dag. Og það að lifa mannsæmandi lífi við örorku á ekki að vera góðgerðarstarfsemi. Heldur mannréttindi, ekki ölmusa. Heldur réttlæti og það er það sem ég vil standa fyrir. Takk fyrir. Vel mælt og hér eru allar tölur á hreinu, ekki að skattleggja fátækt og hvað þá að koma hátekjuskatti yfir á þennan hóp eins og Halldór Katum Sævar áðan í sínu erindi. En þá fer að koma að síðasta erindunni hér í þessum lið dagskrárinnar. Það er afmælisbarnið Þroskahjálp sem fagnar nú 40 ára afmæli þessu ári. Frá þeim koma Friðrik Sigurðsson og átaki Ælín Sveinsdóttir. Gjörðu svo vel og við skulum heyra þeirra innlegg í umræðina. En að svo búnu þá efnum við til pallborðs umræðina með fólki sem hér hefur tekið þátt í umræðu og fleirum
og þið getið laumað til með spurningum eða staðið upp út í sal og borið upp spurningar til fólksins í pallborðið. En gjörum svo vel. Getur þið fundið okkur inn á... Það sé ekki undir mínu hérna. Hvað er þetta hérna? Ok. Það er þetta. Hérna nú við. Góðan dag. Góðan dag. Við sem sé ætlum að reyna að kynna á auðskildumáli niðurstöðu sem að Landssamtökin Þroskahjálp en átakir eitt af aðildarfélögum þeirra komst að varðandi vinnu þessara nefndar sem að við tókum þátt í. Þannig að nú bara, Eilín, opna ég fyrstu glærina. Landssamtökin Þroskahjálp tóku þátt í vinnu nefndar endurskoðun á almannatryggingakerfinu. Samtökin studdu þá stefnumörkun sem fram kemur í tillögum meiri hluta nefndarinnar einföldun á almannatryggingakerfinu. Við studdum það að þetta kerfi yrði einfalda vegna þess að sumir segja að það sé bara einn maður á Íslandi sem að kunni þetta kerfi og það sé stór hættulegt því hann ferðist á hjóli. Að ef eitthvað komið fyrir hann þá sé það enginn sem að komið til með að vita hvernig að greiða út. Þannig við studdum það en Landssamtökin Þroskahjálp þau komu því margítrekað á framfæri að svo einföldu sem hægt var að ná fram á lífeyrisbótakerfinu mætti ekki leiða til þess að fólk með engar litla tekjur aðrar en bætur almannatrygginga hefði ekki ávinning af breytingum. Við í raun og veru reyndum að átta okkur á því hver væri möguleiki, stærsti möguleiki á breytingum, að jafnframt létum vita af því hvað við myndum aldrei geta gútterað. Ekki síst í ljósi þess að nýtt almannatryggingakerfi samkvæmt tillögu nefndarinnar það mun kosta umtalsvert meira en núverandi kerfi og það er svo sem aðeins deilda meiningur um það hvort það verði 8 eða 9 eða 10 milljarðar sem þetta nýja kerfi mun kosta umfram. Og við munum sýna fram á að sumir eru ekki njóta neins af því og jafnvel að bera skaða af því. Þetta nú við? Jú, það ekki? Nei, næsta. Í tillögum meirihluta nefndarinnar gert ráð fyrir því að afnema öll frítekjumörk, þar með tali frítekjumörk vegna atvinnutekna öryrkja. Þessar hugmyndir leiða til þess að öryrkjar með atvinnutekjur munu bera minna úr bítum en nú er. Þær hugmyndir sem að fram hafa verið settar og voru settar fram alveg í lok vinnu nefndarinnar þegar það var búið að benda á það að þetta væri niðurstaða að margir öryrkjar með lágar atvinnutekjur væri að fá lægri upphæðir, þá tóku menn sér til og reyndu að búa til einhvern sérreglu ákvæði, bráðabirgða ákvæði, sólarlags ákvæði, þetta hér nú svolítið sitt á hvað. Það frumlegast það var nú varanlegt sólarlags ákvæði sem kann nú að vera þetta skemmtilegt að upplifa að það sé varanlegt sólarlag. En okkur fannst allar þessar hugmyndir og allir þessir útreikningar óásættanlegir og ekki síst með tillit til þess að þetta var allt saman verið að reyna að kannski ekki berskjalda það sem sé niðurstöðuna með því að hópurinn sem núna tilheyrir hópnum öryrkjar, þeir myndu ekki bera skarðan hlut frá borði. Við bentum á það að við værum náttúrulega líka að hugsa fólk sem væri við sambærilegar aðstæður síðar og þar af leiðandi þýddi ekki að hugsa bara hópinn núna. Og við líka höfum bent á það að hugmyndir ótekjutengdar hlutabætur, 50%, gagnast heldur ekki þessum hópi. Það var bent á það að þetta væri kannski laust fyrir einhverja, við myndum sýna það fram á það hér á eftir að þær gagnast ekki allavega í ákveðnum dæmum sem við ætlum að sýna hérna. Hafa ber í huga þeir einstaklingar sem hafa atvinnutekjur undir 100.000 krónum í langflestum tilvikum fólk sem þrátt fyrir verulega skerta vinnugetu að reyna að taka þátt á vinnumarkaði, oft með töluverðri fyrirhöfn.
Einnig fólk sem stundar vinnu á vernduðum vinnustöðum sem hluta af starfsþjálfun og almennri endurhæfingu. Og gjarna bent á það að í samkvæmt staðtölum Tryggingastofnunar þá væru það tiltölulega fáir sem að væru á þessu bili. En þetta er umtalsverður fjöldi vegna þess að þetta er líka fólk sem er að hreyfast, menn byrja í hlutastörfum og svo vinna þessu upp. Þannig að þetta snertir mun fleiri. Líka margir einstaklingar sem eru á leið út á vinnumarkaðinn byrja í hlutastörfum þegar þeir fara að feta sig til aukinna atvinnuþátttöku. Þetta er í raun og veru hluti af í raun og veru starfsendurhæfingu. Þess vegna er frítekjumark atvinnutekna öryrkja vinnu hvetjandi fyrir stóran hóp. Okay. Það er hins vegar bæði vinnuletjandi og ósanngjarnt að búa við skerðingar á lág laun upp á 45 til 52,5% ef maður tekur sjálfstæða skerðingu á heimilisuppbót upp á 7,5% og síðan sköttun sem samtals þýðir 70% skerðingar á útgreiddum launum. Einnig verður að taka tillit til þess að umtalsverður kostnaður fylgir því að koma sér til og frá vinnu auk annars kostnaðar sem oft fylgir atvinnuþátttöku. Hvað er þá eftir fyrir atvinnuþátttökuna? Þú ættir að lýsa þessa. Þú mertar nú sem heitt. Jæja. Er það fast frá sig? Nú er allt frá sig. Hvað gerum við í því? Sigga, þú verður að hérna... Og það er eiginlega sko, hinn næstu glærur eru einmitt nefnilega svona útreikningslegar, þannig að það var líka síðast. Það þolir ekki tölur. Er það bara þegar við, nei, vill ekki sjá neina tölur hérna? Og svo, þetta var 9. grælan eða eitthvað. Nú er bara þessi inni, bara út og inn aftur. En á ytra á 9. Já, þá förum við bara niður á hérna þriðju neðstu glæruna. Þetta er fast. 9. átt að það vera. Hér. Sérst þú? Já. Var það? Já. Ég ætla að taka þessa. Hér er dæmi sem við höfum sett upp sem að við teljum að sé bara raunveruleiki. Við meðal annars höfum samband við verndað vinnustaði og spurðum launakjör þar. Og hér er dæmi 1, öryrki sem býr með öðrum og er með örorkumat frá 18 ára aldri, hann er með sem sé þá fulla aldurstengt og uppbót, vinnur í hlutastarfi, í verndari vinnu og hefur 70.000 í atvinnutekjur á mánuði. Núna hefur þessi öryrki bætur frá Tryggingastofnun upp á 207.376.000. Þær skerðast, eða sem sé launan skerðabæturnar 5.400 krónur vegna krónu á móti krónu skerðingar framfærsluuppbótar og svo heldur hann launum upp á 70.000 þannig að hann hefur í brúttó, vissulega er þetta fyrir skatt, 271.976 krónur. Samkvæmt tillögunni þá fær hann bætur frá Tryggingastofnun ríkisins upp á 229.000 vegna þess að aldurstengda uppbót þessa einstaklings leggst ofan á bótaflokkinn og síðan skerðist lífeyrir 45% af atvinnutekjunum. Nú, ef við reiknum þetta út, þá eru sem sé bæturnar 229.000, skerðingi vegna 70% atvinnutekna er 31.000, þannig að heildarbætur eru þá 197.876 og svo erum við 70.000 krónur í atvinnutekjunni, svo áður er sagt. Þannig að niðurstöðu tala þarna er 267.876. Þannig mismunur upp á 4.100 krónur á mánuð af 49.200 krónur á ári. Svo ætlar hún Eilín að vera hérna... Hvað komst á þessu glæru? Hún ætlar að gefa ykkur hlutdeild í lífi sínu. Þetta, samkvæmt, í dag myndi ég fá þessi B1 með
fullaldust voru tekjurnar mínar í maí núna, örorkulífeyrir 236.770 og launatekjur 138. Samtals fengi ég 336.000 með við forsendur fyrirliggjandi tillagana. Örorkulífeyrir 246.902 pluss þá 22.000 gjaldustengda. Sem ekki myndi gera 268.000 rúmar í örorkulífeyristekjur. Og mótið myndi á launatekjurnar mínar skerðast 45%. Launatekjurnar myndi skerða lífeyri? 45%, þannig að það 58.000 rúmar. Þannig að lífeyrin væri 210.000, launatekjur 130.000 og ég fengi 340.000 rúmar útborgar. Heildartekjurnar mínar hefði verið 366.778 og verða því 340.406, þannig ég myndi missa rúmar 26.000 krónur á 12 mánuðum sem myndi gera 306.464 ári. Ég held meiri að skerðingi sem meiri vegna þess að ég held að við höfum gleymt að reikna 7,5% skerðinguna á heimilisuppbótinu í þessum tölum. Ja. En hvað það? Þetta er alltaf niðurstaða þessa dæmis og þá skulum við kannski skoða hérna það sem hefur verið talað en hlutabæturnar, það var mjög gjarnan sagt, það var mjög gjarnan sem að menn sögðu já, en þú mátt ekki gleyma því að það er lagt til hlutabætur. Við sögðum, við styðjum hlutabætur, við erum sammálað því að það sé kunna vera að það sé fólk sem ekki hefur neinar sem er skerta starfsorku og hefur enga bætur í dag vegna þess að næri ekki 75% mati og það er aðeinu góða að reyna að koma til móts við þann hóp. En ef við skoðum hlutabæturnar í þeirri útfærslu sem var í tillögu nefndarinnar 50% þá sem sé væru hlutabæturnar já, þarna er sem sé þarna vantar 1-0, það var 134.445 og launin 130.000, þannig að 50% hlutabætur ásamt 130.000 krónur launum væri samtals 264.459 og eins og þið sjáum það er líka umtalsvert lægri upphæð heldur en bæði það sem hún hefur nú og líka samkvæmt tillögunum ef hún þrátt fyrir tekjuskerðingar ákvæði þar. Og niðurstaða okkar var svo að við vildum mjög gjarnan reyna að ná fram þessum bótum sem er í núverandi tillögum sem að Öryrkjabandalagið hefur líka tilgreitt hér. En gallarnir eru einfallega mun stærri heldur en kostirnir og við gátum þess vegna ekki staðið á þessum tillögum og gerðum bókun það sem að framkemur að þetta kerfi sem er með svona mikla tekjutengingu, það getum við ekki stutt. Og leggjum það til að það veri bara viðhaldið frítekjumarki vegna atvinnutekna og öryrkjum. Það var nánast eins og að tala snör í hengsmas húsi að tala frítekjumark. Þarna voru menn búin að einhvern veginn að býta því í sig að þeir skyldu útrýma öllum frítekjumörkum hvað það kostaði. Hvort sem það væri skynsamlegt eða ekki skynsamlegt, þá skilduðu út. Og mér gengur svo langt að segja að það væri ekki hægt að leggja til frítekjumörk á einhvern einn flokk vegna þess að þá myndu stjórnmálamenn framtíðunar að setja frítekjumörk á alla aðra flokka. Og þá svona spyrir maður sig, er það hlutverk nefndar sem skipuð árið 2013 og vinnu til 2016 að hafa vit fyrir stjórnmálamennum framtíðunar til allra eilíðar? Ég leit nú ekki svo stórt á mig að ég hefði það hlutverk. Þannig að þetta er sem sé niðurstöðu okkar. Viltu bæta ykkur við eða? Takk fyrir okkur. Skýrt og skornhátt. Ég er nú búin að vera fréttamaður í 35 ár og ég segi bara fréttin er komin. Þarna tala tölurnar sínu máli og þó að fólk sé hvorki í prósentun í Excel-skjöl þá verða einfallega að fá að lifa mannsæmandi lífi og það snýst þessi baráttu öll og lítur á mannréttindum.
Við megum samt ekki gleyma því leið og ég bið það fólk sem ætlar að vera í pallborði að raða sér á borðið eins og garðan í peningshúsi að það hefur margt áunnist á undanliðnum áratugum og það vel. Það ber að þakka Öryrkjabandalaginu og fleiri góðum félögum sem hafa náð ákveðnum árangri. Þú getur tjáðið eftir, gjörðu svo vel. En ég man að þegar ég byrjaði í blaðamennsku mitt fyrir 35 ára þá virtust allt samfélagi vera fullkomið. Það var engin samkynhneigður, það var engin geðsjúkur, það var eiginlega ekki til fatlað fólk. Það voru allir fullkomnir. En síðan kom afhjúpun samfélagsins smám saman í ljós með harðari fréttamennsku og þá fór að birtast opinská einkaviðtöl við fólk sem var gallað. Það smám saman kom í ljós að verumenn allir í samfélaginu voru með einhvern galla og það í sjálfu sér ákveðin opinberun. En síðan hefur það gerst blessunlega á allra síðustu árum að öll þessi breidd í samfélaginu hefur fengið að njóta sín og ég held ég geti talað fyrir munn flestra þeirra samtaka sem hér koma saman að þessi breiða ásýnd samfélagsins sýnir sannara samfélag og ég held að ég vonandi get talað fyrir alla þá sem ég reyni að samfélagið orðið á vissan hátt sannara í dag heldur en það var fyrir nokkrum áratugum síðan. En það margt sem þarf að laga og eins og þessir ástæðurnar bera með sér þá erum við hvergi nærri komin í land og ef til vill tengist samfélagið eins og hér var kallað fram í ennþá þessum gulgræna banana sem talað var Við erum komin hér í pallborðshluta ráðstefnunar og ég ætla að hafa hann háttinn á að leyfa fólki að tala þar til klukkan verður 5. Við ætlum að hætta klukkan 5 eins og að var stemt og við fáum spurningar og sal. Við skulum reyna að hafa þær stuttar og málefnilegar og beina þeim helst til ákveðina aðila í pallborði en þar eru fyrir Ellen Kalmon, Guðmundur Ingi Kristinsson, Sigríður Hanna Ingólfsdóttir, Sigurjón Sveinsson og Friðrik Sigursson sem öll hver hafa talað hér og flutt erindi. Við skulum byrja á því að fá spurningu hér bakborðsmegin eins og salurinn horfir við mér. Gjörðu svo vel, komdu með spurningu, Helga mín. Virtra öryrkja og nú gengin í unglegar hreyfingu gráa hersins. Við ekki athygli ykkur á því að fyrir kaffihlé voru hérna 3 alþingismenn og 1 fyrrverandi en núna bara 1 alþingismaður og 1 fyrrverandi. Annars ætla ég að fjalla sjálfsvíg. Við Guðmundur Ingi höfum haft vakið athygli á því hérna fyrir 2-3 árum síðan. Þeim hefur ekki fækkað, þeim fjölgar bæði hjá öryrkjum og eldri borgurum. Þetta hefur verið þaggað niður. Ég hef sett mig í samband við landlæknisembættið og fleiri aðila og nú skora ég á þig, Sigmundur Ernir, að ræða þessi mál opinskátt. Það aðeins rúmum mánuði síðan vinur minn tók líf sitt og á hverju tekur fólk líf sitt. Það má til að mynda nefna hvernig mælgi ástunduð í gagnvart öryrkjum sem taldir oft eru meintir bótasvikarar. Þessi niðrandi orð að koma af vörum ráðherra og alþingismanna og ég veit ekki hve oft fólk hefur læðst til mín á Kirkjustræti 0 á móts við Alþingishúsið og hvíslað ofulátt í eyrað að mér að viðkomandi sé öryrki. Með öðrum orðum, orðið öryrki skammaryrði. Og því skora ég á þig aftur Sigmundur Ernir og líka á ykkur pallborðið að taka á þessu máli og líka vil ég spyrja
hvernig á annarkort öryrki eða eldri borgaður eða atvinnleitar, við getum sagt þessi fleiri og félagsbótum, hvernig á hann að komast ofan í jörðina? Þegar hann er hvorki rétt á dánarbótum eða útfara styrk. Þakka fyrir Helga Björg. Takk. Þetta er athyglisvert innlegg og sjálfsagt mál að tala sjálfsvíg eins og annað sem á heima í þessu samfélagi. Sjálfsvíg eru einfallega hluti af upplifun samfélagsins. Ég þekki á eigin skinni úr minni fjölskyldu hvernig að takast á við það. Ellen, þú myndir kannski bregðast aðeins við þessu innleggi Helgu. Áður en við höldum áfram, það eru komin hér 2-3 spurningar út um sal. Gjörðu svo vel. Já, ég held kannski við ættum bara að safna þið saman en varðandi það síðasta sem Helga talaði hvernig á maður að komast ofan í jörðina og þá erum við með eitt slíkt mál á borðum hjá okkur í Öryrkjabandalaginu að skoða möguleika bara vegna útfarakostnaðar og annað hjá örorkulífeyrisþega sem ekki hafði næga innistæða bankabókinni fyrir því, þannig að við erum að skoða það er klárlega eitthvað mál sem við þurfum að skoða að fólki sé tryggð sómasamleg útför. Þannig að það er mjög gott og svo bara samríkist ég Helga mín vegna vinar þíns. Ég vissi að honum. Takk fyrir þetta Ellen. Við skulum þá koma með nokkra spurningar út á sal. Það er hérna miðbyggsalarins bakmannsmegin, gjör svo vel, já. Elnebba heiti ég. Mér langar að spyrja ykkur í pallborðinu hvort þið hafið skoðað þetta með borgaralaun, hvort að það geti breytt einhverju, því þarna kæmi virkilega jafnrétti fyrir alla, að því mér stundum varhugavert að fólk þurfi endilega að vera með einhverja skerðingu eða sjúkdóm til þess að þurfa að vinna, því ef við göngum út af því að allir vilji vinna sem geta, þá eigum að líta það að fólk myndi vinna, en ef að fólk myndi fá borgaralaun og fara ekki að vinna, þá þurftum við að fara að skoða vinnumarkaðina og launin. Þá myndum við snúa þessu við. Í staðin við erum alltaf að skoða einstaklingin og hans skerðingar, hvað er að vinnumarkaðan. Þannig að mér langar að spyrja okkur, eru þið búin að skoða hvort að borgaralaun getur breytt eitthvað fyrir alla? Sum sé rétturinn til að fá að vera í samfélaginu. Góð spurning, skulum fá eina spurning hérna miðbygg og síðan þar og eftir á rekkanum fyrir aftan. Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn. Já, það er kveikt. Ég heiti Ólína Sveinsdóttir og ég vinn í Hringsjá. Ég er líka öryrki, en mig langar til að spyrja Öryrkjabandalagið hvort að þeir hafi gert eitthvað til að koma í veg fyrir að þessi lög verði samþykkt 1. janúar 2017. Er eitthvað sem við getum gert? Takk fyrir þetta, skýr og skorinnar spurning. Þið punktina hjá okkur á næsta bekk fyrir aftan kemur ein spurning og svo fáum við svör við þessum 3 spurningum. Já, komið sæl, góðu gestir, mig langar að þakka fyrir fróðlega dagskrá hérna í dag. En mér finnst, ég upplifi sjálf mig með ákveðin hnút í maganum, vegna þess að mér finnst ég ekki sjá lausn. Það er eins og að vanti í tillögurnar að þær séu frá öllum hliðum. Mér finnst eins og það hljóti að vera einhver hulin markmið þarna á bakvið. Að það sé verið að færa fjárhagslega ábyrgð yfir á sveitafélögin eins og við séum að fara aftur í hreppaflutninga. Mér langar líka að minna á að það að vera öryrki, það er ekki val. Til dæmis ég sjálf, ég er heyrnarlaus, ég er fædd heyrnarlaus. Kerfið skilgreindi mig og svo að refsa mér fyrir það að vera of dugleg og fara á atvinnumarkaðinn. Að útbúa einhvers konar reddingakerfi. Ég meina, hvað er upphaflega markmiðið með þessu starfsgetumati? Mér finnst útkoman vera í svo litlið þversögn við sjálfa sig. Ég hugsa kannski að næsta, eru þið farin að velta eitthvað fyrir ykkur, hvert næsta skrefið er hjá ykkur? Frábært innlegg, takk fyrir það. Við skulum bregðast við þessu áður en lengra er haldið. Mér langar kannski að Sigurjón byrji og við erum hér 3 spurningar, borgarlaunin,
Við erum með sem sé spurningu það hvort að þetta verða veruleika í sátt þeirra sem hér eru inni á stjórnarfélögum á áramótin, altså starfsgetu matið og svo að lokum einhver hulin vegferð hér sem við sjáum ekki í gangi og reppaflutningar framöndan. Gjörðu svo vel, Sigurður. Herra, já, ég getur svarað þessu varðandi borgarlaunin. Guðmundur Ingi hérna og hann getur kannski talað sem sagt það lá fyrir þingsályktunartillaga frá Pírötum það hvort það ætti ekki að skoða þessa hugmynd. Við vorum bara mjög jákvæð fyrir því að þessi hugmynd eru skoðuð frá öllum hliðum. Umsögnin okkar til á heimasíðu Alþingis. Þannig að svarið já, skoða þetta. Að því sögðu þá náttúrulega viljum við náttúrulega að sjálfsögðu passa upp á það að borgarlaun verði ekki til þess að þeir sem eru að fá að þeir hljóti skarðari hlut frá borði því að með uppæðinu sem til dæmis verið að tala um í Finnlandi það eru mjög lágar og við erum að passa upp á það að þær verði ekki svona lágar og þannig að það pælingin þannig að ég svo sem ekkert neikvæður gagnvart því, eiginlega bara jákvæður sko. Ólína, hvað við getum gert til þess að stoppa frumvarpið fyrsta lagi þá frumvarpið ekki komið fram, það bara komið fram þessi skýrsla, það nú starfsmaður ráðuneytisins sem ég veit að myndi skrifa frumvarpið, hann var áðan en hann farinn, þannig að við hefum getað spurt hann hversu langt þetta komið, en hvað myndum þá gera ef þetta kemur fram, sko, þá þá þarf að hvað við getum gert til að stoppa þetta. Ég held að þá bara halda áfram. Ég held að séu sífellt fleiri að átta sig á því að þetta eru hugmyndir sem að þarf í rauninni að vinna betur og þá þarf að vinna meiri grunn undir þar áður en menn koma í gegn og ég held að séu fleiri og fleiri sem eru að átta sig á því. Hjördís Anna, fjárhagslegur, verið að flytja fjárhagslega ábyrgð til sveitarfélaga, hreppaflutningar. Auðvitað það svolítið svona, það læðist að manni sá grunur að eins og það að fólk sem að fær 50% mat fær ekki vinnu þá búið að klára atvinnuleysisbæturnar sínar og þá það sem framfærslan færði yfir á sveitarfélögin. Þetta sjálfsögðu eitthvað sem við höfum verið að huga vakandi fyrir, verið að huga að þetta atriði sem í rauninni þegar við höfum verið að spyrja að þessu höfum við ekki fengið almennilega svör við því hvernig í rauninni systemi á almennilega að fungera eða vera. Þannig að ég vona ég svari spurningunum sem konar. Ég vil endilega einhverju tveiri viðbót fá að svara Guðmundur og Friðrik. Þeir sem réttu fyrst fingur, þeir svara. Saman við borgarlaunin að ég búin að kynna með það svolítið og ég algjörlega sammála það vert að skoða en við verðum líka þá að hafa þau þannig að þau tryggi ekki bara lágmarksframfærslu heldur rétt og sanngjarna framfærslu þannig að fólk getur lifa mannsæmandi lífi á þeim. Og síðan, en það sem þetta hefur verið reynt, þá hefur komið fram og það stór merkilegt að það hefur minnkað glæpatíðni, aukið atvinna, aukið skólanám og aukið velferð. Þannig að við ættum að skoða þetta mjög vel vegna þess að þetta einmitt það sem við viljum fá. Og ég alveg sammála því í sambandi við til dæmis 50% vinnuna. Þú ert að fá 50% frá lífeyrissjóði og 50% frá Tryggingastofnun og mátt svo vinna eins og þú vilt. Ég mjög hræddur það að þá að dempa öllum þarna. Þarna á að henda fólki bara alveg miskunnlaust inn í þetta kerfi og ég hef mest áhyggjur af þeim sem hafa enga reynslu af vinnumarkaðnum og hafa þar alveg ekki rétt á atvinnuleysisbótum. Það verið að henda þeim á hreppinn og það bara fárlegt. Það skulle vera þessi nefnd skulle vera búin að vinna alla þennan tíma og þetta skulle vera niðurstaðan. Friðrik. Ég hef svo sem ekki kynnt mér þetta kerfi neitt út í hörgunni. Ég svona rétt eins og Sigurinn, ég sá þessar tölur frá Finnlandi upphæðir og þær eru ekki, finnst mér neitt aðlaðandi. Og það verður þá að tryggja því með einhver mætti að þeir sem ekki hafa neitt annað heldur en þá þessi borgaralaun að fjárhæð þeirra sé þá þannig að tryggja fólki framfærslu. Síðan kannski hins spurningin hvað gerist núna varðandi þessar tillögur
nefndarinnar, þá náttúrulega fóru þær til ráðherra sem að síðan hefur verið að skoða þær og það hefur verið svona kalla til fólk til þess að fara yfir texta sem verið að semja, en ég hef þá trú að menn séu fyrst og fremst að skoða ellilífeyririnn. Ég held að menn ætli sér ekki að fara með örorkulífeyririnn fyrir þingið, og við vitum öll að þingið starfa bara fram til 2. júní og svo verður einhverja 3-4 vikur í sumar, og það getur verið, held ég, að ráðherra hafi einhverjar hugmyndir það að leggja þetta fyrir þingið, en þá held ég að það sé ellilífeyrinn sem hann er að skoða. Og ég get alveg sagt það að þessar tillögur henta, eða þær eru miklu betri fyrir ellilífeyrisþega, þrátt fyrir með þess að hækkaðan eftirlaunaaldur, að þá eru þeir, ef við skoðum bara þessa 9 milljarða hvar þeir lenda, þá lenda þeir á mjög stóru hluta hjá ellilífeyrisþegum. Þannig að það er spenningur hjá ellilífeyrisþegum að þessar tillögur verða veruleika. Takk fyrir þig, Sigurjóna. Já, ég ætla eins og Sigurjóna að vísa í umsögnum okkar, ég reyndi að fann hana hérna á netinu með við vorum að bíða, og það er annar mikilvæg ávinningu með innleiðingu skilyrðislausra grunnframfærslu, og það felst í því að taka út þetta flækjustig, og það er eitthvað sem er mjög jákvætt, þetta er svo einfalt, en það er að sama upphæðin og útfærslan skiptir svo gríðarlega miklu máli. Og svo annað í sambandi við þessar tillögur líka, að það er líka þannig að það eru jákvæði punktar í skýrslunni, eins og þetta með að taka sérstöku framfærslu uppbótinu út eða sameinana, og spurningin er ekki hægt að taka allavega það skref bara strax. Það er það sem oft verið að benda á. Byrjum bara á því að afnema krónu móti krónuskerðinguna. Það þarf ekki að gera svona mikla breytingu að kollvarpa kerfinu, að byrja á því skrefi, þá vundum við strax, það var strax gott skref í rétt átt, og við erum mikið búin að tala fyrir því að ná þessari krónuskerðing út. Takk fyrir þetta, Sigurður Hanna. Við skulum fá spurningar, svo sem eins og 3 úr sal. Það var ein hérna miðbyggsalarins. Gjörðu svo vel. Já. Kæri fundamenn, Einar heiti ég og er Guðmundsson. Nú, ég verð nú að lýsa mikilli vanþóknun á þessu frumvarpi sem er núna liggur hjá ráðherra, Eygló Harðardóttur, vegna þess að þarna eru að fara inn á nýjar leiðir, og þessi nýja leið er það að ríkið er að koma sér hjá því að borga lífeyri til eldri borgara og öryrkja. Það á að sem sagt stefna að því að lífeyrissjóðnir verði með allan pakkan, 70% af pakkanum og Tryggingastofnun aðeins 30%. Þannig að þetta er, ég verð að segja eins og þetta er algjörlega í öfu átt við það sem að lífeyrissjóðnir voru stofnaðir á sínu tíma sem viðbót við það sem að fólk hefði út úr Tryggingastofnun ríkisins sem átti að vera raunverulegi lífeyrir, og það sem að fólk hefði safnað sér saman í lífeyrissparnaði átti að vera uppbót hjá öllum launþegum landsins. Síðan hafa í gegnum tíðina sem að enginn getur hort framhjá að lífeyrissjóðnir hafa tapað yfir 1000 milljörðum, bara 1000 milljörðum, og þar er engin ábyrgur, engin, og það er þessir peningar sem að hefðu verið betur komnir onni í vasa eiganda sinna. Ertu með spurningu Einar? Já, spurningin er svo að þetta frumvarp sem er í höndum ráðherra, sko, það er meingallað, og það kemur til með að lækka lífeyri allra eldri borgara. Ég get sagt það til dæmis í mínu tilfelli, þetta var rosalega glæslegt, þegar ég byrjaði að vera eldri borgari og fekk laun frá Tryggingastofnun ríkisins í 3 mánuði, er með 171.000 krónur. 171.000 krónur.
rúmar 47.000 krónur á mánuði. Þetta eru opbóðslegir peningar. Á sama tíma sagði Pétur H. Blöndal, hann geti lifa á 90.000 kall á mánuði. Þetta er allt eins og þar sem að þingmenn koma að. Það er viðbjóður og það er skítalíkt af því og hefur alltaf verið og ég hef aldrei getað lifað að þeim skítapenningum sem ég haft út á Tryggingastofnun ríkisins. Þakka fyrir þetta, við skulum fá spurningu annar staðar úr sal. Þetta var svona innlegg ef svo má segja. Það er aftast hér í salnum spurning og endilega ég hveti ykkur til þess að koma með skoðunarða spurningu. Tíminn er takmarkaður. Ég heiti Bergþóra og ég er sjúkraliði og er á örorku. Og varðandi þetta hérna krónu móti krónu, ég er alveg sammála því. Ég hef einhverja möguleika á því að vinna mér inn einhverja auka tekjur annað en sumir. Og hérna, en ef mig langar að fara kannski út á vinnumarkaðin, þá hefur alltaf verið að tala um eitthvað 100.000, áður en að tekjur, örorkubætur fara að minnka. En mér þætti líka allt í lagi að horfa svolítið út í það að vinnustæðir, þeir vilja kannski fá fólk í minnst 20 eða minnst 30% vinnu. Þannig að mér finnst það líka allt í lagi að horfa það að hérna, ekki alltaf að horfa þannig 100.000 kall, heldur það að fólk geti verið í 20% eða 30% eða 40% án þess að bætur hérna skerðist. Og þetta held ég stoppi suma. Ef að mig langar að fara út á vinnumarkaðin aftur, þá er þetta kannski byrjun fyrir mig að byrja í 20% og auka kannski við mig. En ef að yfirleitt er það opinbera, ríkið, að þau vilja kannski bara fá mig í 20% eða bara 30%, bara getur ekki komið í 30%. Sko, ég hefði tekið í vinnu ef það var í 30%. Þannig að möguleikarnir eru líka svolítið svona minni af miða við bara einhvað svona þak, 100.000. Og hérna, já, þetta þarf líka svolítið að horfa út í. Að ég held þetta sé svona, í Noregi held ég er samt ekki viss, að það megi vinna einhverja x% vinnu án þess að tekjur skerðist. Takk. Takk fyrir þetta. Við skulum fá hér fleiri spurningar. Það er ein hér. Gjörðu svo vel, þarna miðbygg aftast. Svo taka fyrst hérna spurningu miðbygg aftast, svo er komið að þér, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir, Sigurbjörg heiti ég. Ég vildi spyrja hvort að þessari 8 til 10 miljardar sem á að bæta við á eitthvað af því að fara inn í sjúkratryggingar í Íslands. Því að ég tók eftir því að þetta, hann Gunnlaugur Þór Þórðarsson, hann bjóð til þess að fyrirbæri sjúkratryggingar í Íslands 3 dögum held ég fyrir hrun. Það er síðustu vikunni fyrir hrun og það er stofnun sem sér eingöngu samskipti við lækna og lyfjafyrirtæki og sjúkrastofnanir. Þannig að því var kippt út áður en var farið að skera niður. Takk fyrir þetta. Eiga þeir að fá þessa milljarða? Einmitt, og spurning hér að lokum áður en við fáum pallborðið til að bregðast við. Einir heiti ég Kristjánsson. Ég er enda með 4 spurningar, skal reyna að hafa mjög stuttar og neitt með þar. 1% örorku þýðir stytting á vinnuævi 1 ár. Hvað er að því að nota núverandi kerfi sem starfsörorku mat? Vandamáli virðist vera að þingmenn virðist ekki vita hvað örorkumat er í dag, hvað þessi 1% þýðir. 75% örorki, hann er búin að stytta vinnuævi sína 75 ár. Spurning nr. 2. Sambandi við minnkandi vinnu eða endurkomu öryrkja á vinnumarkað. Það hefur áhrif á endurgreiðslur úr lífeyrissjóði þar sem þeir nota síðustu 4 ár til mats á greiðslum örorkumats. Þannig að ef öryrki fer að vinna aftur eitthvað hlutastörf, þá skerðir það lífeyrir úr lífeyrissjóðum í framtíðinni. Eru tryggingastofnanir ekki tryggingar? Hefur verið skoðað að fara í mál við ríkið vegna þess þá enginn að fara skertur frá tjóni gagnvart tryggingalögum. Útreikningar mínir á skerðingum frá 2008 til 2016 eru það að lífeyrir ætti að vera í dag frá Tryggingastofnun 350.000 krónur rúmar. Þá er ég ekki farin að reikna skerðingar til 1990
Hefur það verið reiknað út hver talan væri ef þessar skerðingar, bara skerðingar, ekki leiðréttingar frá 1990, hver upphæðin væri í dag? Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta. Þetta talsverta spurningum sem nú þegar eru komnar úr sal. Við skulum búa okkur undir örfáar í viðbót en bregðast við þessu Ellen Gjörð Svell. Já, takk. Mér langar aðeins til þess að koma inn á þessi rætt var áðan, það sem hún Ólína var að tala til dæmis hvað getum við gert til að koma í veg fyrir að þetta verða lögum áramótin, að þá vil ég að þið viti það að Öryrkjabandalagið, stjórn Öryrkjabandalagsins ákvað að taka ekki þátt í vinnu að gerð frumvarps sem er sem sagt byggt á niðurstöðu þessar skýrslu þessara nefndar. Við ákvæmum að taka ekki þátt í því að við getum ekki skrifað lög eitthvað sem við getum ekki sætt okkur við. Þannig það er ein leiðin. Hinn leiðin er auðvitað að allir skrifi tölvupóst til þingmanna og veki athygli á þessu að þetta megi ekki verða veruleika eins og þetta er í dag. Og netföng þingmann er að finna inn á heimasíðu Alþingis og það er að finna þessa skýrslu virt samfélag inn á heimasíðu Öryrkjabandalagsins og þá má bara klippa og líma og búa til tölvupóst, einfaldan póst þar sem að þessari hugmynd nefndarinnar er hafnað. Ég hvet alla til þess að gera það. Síðan er það þetta með 20-30% vinnu sem þú vorst að tala Bergþóra. Mér finnst það mjög áhugavert af því að þú ert sjúkraliði og þú ert eflaust oftast að sækja störf hjá hinu opinbera eins og þú sagðir. Og það er auðvitað skammarlegt að hið opinbera vilji ekki fá menntaðan sjúkraliða sem er öryrki í 20% starf heldur vilji fá hana bara í 30% eða meira. Ég held að það sé náttúrulega algjör nauðsyn að hið opinbera gangi fram með góðu fordæmi í þessum efnum og ráði fólk með skerta starfsgetu í þau starfshlutföll sem að viðkomandi treysti sér til. Þannig þetta er nú klárlega eitthvað þess að við athygli á. 8-10, já, Sigurbjörg. Það er ekkert af þessum milljörðum að fara til Sjúkratrygginga Íslands. Þetta er bara að hugsa inn í almannatryggingakerfið. Hins vegar þá hef ég velti fyrir mér hvort að það hafi bara í upphafi nokkuð verið ráðlegt að setja saman ellilífeyrisþega og örorkulífeyrisþega eða hagsmunasamtök ellilífeyrisþega og örorkulífeyrisþega saman í þessa nefnd endurskoðun á almannatryggingulögum. Það eru jú einhverju þættir sem að við eigum sammerkt en alls ekki nógu mikið til þess að setja með þeim í 3 ár nefnd held ég. Ég held að þetta hefði getað unnist aðeins ræðar ef við hefðum tekið þessa 2 hópa í sundur. Og við vitum það að það eru jú ellilífeyrisþegar sem búa við mjög bákjör en það eru líka til ellilífeyrisþegar sem eru bara vel auðugir. Og þannig að það er aðstöðumunur í þessum hóp verulegur. Það eru ekki margir örorkulífeyrisþegar sem er vel auðugir, margir hverjir hafa litla framfærslu, þannig að þeir eru ekkit endilega líkir. Ég ætla að leyfa henni Siggu Hönnu að svara þér betur Einar. Það eru nokkur atriði sem að var minnst á svo í erindum eins og hún var að tala táknmálstúlkunina, hún Heiðdís, hvar var ég með þetta? Það var já, hún Heiðdís var að tala táknmálstúlkunina. Það þyrfti auðvitað að vera að fólk eigi að geta fengið táknmálstúlkun til þess að geta tekið þátt í atvinnulífinu og ég vildi bara að þið vissu það að í skýrslun okkar Virkt samfélag þá tala að túlkaþjónusta eigi að vera í raun og veru þessi stóðþjónusta sem á að vera greidda ríkinu og eigi að vera sjálfsögð og tilheyra. Þannig að við lögðum áherslu á það. Takk. Sigurjana, vitum við hvað örorkulífeyrir ætti að vera ef ekki hefði komið til skerðinga? Það hefur ekki verið reiknað út kjaragliðinu frá 1990, mér vitanlega, en það getur verið að hafa verið gert áður en ég byrjaði að vinna, eða allavega það tímabil. Við höfum verið að reikna þetta út frá aðalega frá 2008 og það var náttúrulega tekið upp nýtt fyrirkomulag, þannig að 1998 þá kom inn þessi 69. grein sem ég nefndi áðan. Hún var ekki áður, það var annað fyrirkomulag áður. En ég veit ekki til þess að það hafi verið gert, en allavega ekki, ég er ekki búin að vera svo lengi þarna. En þú nefndi líka ef þú fara að vinna hlutastarf, það skerðir greiðslur frá lífeyrissjóði
og það þannig að ef fólk fær örorkumat hjá lífeyrissjóði að þá þær greiðslur, þá fer fólk að borga aftur iðgjald og það iðgjald fer upp í ellilífeyrir, en hins vegar þegar verið að skoða tekjutapi, sem sagt hvað fólk hafði tekjur fyrir og eftir örorkumat, að þá fara atvinnutekjurnar inn í þetta. Þannig að fólk getur verið að, já, en svo annað sem að mér finnst líka stundum svolítið erfitt að vera að skoða þessi 4 ár, að þá það stundum þannig að fólk hefur verið að minnka við sig vinnuna á þessum 4 árum og þessi 4 ár gefa ekki alltaf rétta mynd vegna veikinda. Sumir lífeyrissjóði, já, hafa 8 ára reglu, ekki allir, en þeir eru ekki alveg nógu duglegir heldur að láta fólk vita hana. En ég náði ekki alveg öllum spurningunum þínum því miður, en ég held ég sé komið 2, kannski aðrir getur svara hinum. Má ég aðeins bæta við þetta vegna þess að ég tók bætur mínar frá Tryggingastofnun og Lífeyrissjóði Vestmannaeyja frá 1. janúar 2008 til 1. janúar 2016 og reiknaði nákvæmlega út hversu mikil kjaragliðun hefði orðið á þessu tímabili. Ég fær fyrir 10% skerðingu 2010 hjá Lífeyrissjóði Vestmannaeyja og niðurstaðan var svo að þetta var rétt 50.000 krónur eftir skatta og síðan hefur við verið að kanna núna í kjarahópnum frá 1988 sambandi við persónuafsláttinn og ef við tökum þetta hvort ekki saman þá þetta sennilega 150.000 sem vantar þarna upp á. Þannig að þetta ekkert ólíklegt að þetta komið upp í nálægt 350.000 krónur sem ætti að verða skatta- og skerðingarlausar. Já, þeir sem þiggja bara lífeyrir frá Tryggingastofnun. Örstutt. Tryggingastofnun, þeir fengu auka hækkun einhvern tímann á spili og þeirra skerðing í dag 40%. Hjá hinum sem að þiggja líka greiðslur lífeyrissjóði, það skerðingi 49%. Takk fyrir þetta. Við skulum fá fleiri spurningar úr sal. Endilega réttið upp hönd ef þið hafið eitthvað fram að færa í spurnarformi, gjörðu svo vel hér út hjá kantinum. Gjörðu svo vel. Góðan daginn, Frímann heiti ég. Hérna á sínum tíma þegar þenslan var sem mest í samfélaginu og vantaði fólk á vinnumarkaðinn, þá birti sér bifreiðaskýrsla sem kölluð var. Hún átti að þá var verið að leggja til að breyta þessu Tryggingastofnunarkerfi þannig að eftirlitshlutverkið færi frá Tryggingastofnun til skattsins. Tekjur sem fólk fengi á vinnumarkaðinum myndi ekki skerðan en bætur heldur væri þetta tekið með skattskýrslunni síðar. Og mér fannst þetta mjög góðar tillögur, mér finnst það vera einfalt og opið kerfi og ég var þetta eitthvað skoðað, var þessi bifreiðaskýrsla eitthvað, kom hann eitthvað inn í stjórnarnefndarinnar með einhverjum hætti. Við höfum aðeins rætt þetta í kjarahópi. Ég held líka og kannski Sigurinn geti satt sitt út af því, væri það ekki mikil hagsbóta að aðskilja starf Tryggingastofnunar þannig að þetta eftirlits- og lögregluhlutverk sem þeir hafa á lífeyrisþegum það falli niður og fari þá frekar á skattinn og þetta verði réttindagæslustofnun þannig að fólk geti labbað þarna inn og verið með vissum það að þarna er að geta réttindi þeirra og hlúa þeim en ekki að þetta sé ein lögreglustofnun viðbót í okkar stóra lögregluríki. Takk fyrir þetta. Og við skulum fá... Og við verðum að stöðva þá upptöku sem hefur átt sér stað á greiðslum úr lífeyrissjóðum. Við erum skyldur til þess að vera í lífeyrissjóðum. Það er búið að spila þannig með þá að það er stór hluti eða þó nokkuð mörg prósent af lífeyrissjóðum sem hafa bara tapast núna í hruninu. En það hlýtur verið ykkur ábyrgð hjá ríkinu þegar við erum skyldur til þess að borga þetta. Nú er svo þegar þetta borgast út að þá þessu hreinlega stólið. Og þetta þarf upp í að reyna að vinna með verkalýðshreyfingunni að vernda þetta og það er enginn sem að gera það annar og lífeyrissjóðurinn búin að svara Helgu hér í spurningu að þeir teljið ekki hlutverk sitt og ekki heimild að gera þetta. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Björgun. Að lokum spurning hér frá eina þingmannum sem eftir í salnum. Þetta nú alveg óþörfi.
Þeir voru 3 þegar mest var, þeir rétt brustu í fleirtölu. Virkar þetta? Já, komið sæl, ég heiti Steinunn Þóra. Ég langar að byrja að þakka ykkur kærlega fyrir þetta frábæra og fróðlega málþing. Og þó svo ég hafi setið í nefndinni og verið ein af þeim sem að ekki skrifið undir skýrsluna heldur voru á séráliti Öryrkjabandalagsins, þá hefur komið fullt af nýjum punktum hérna inn sem bætast við í mína þekkingu, þannig að þetta bara búið að vera frábært dagur finnst mér. Og mér langar að spyrja vegna þess að ég alveg hjartanlega sammála því sem Sigríður Hanna sagði hérna áðan það að það ætti kannski bara að byrja á að taka út sérstæku framfærslu uppbótina og krónu á móti krónuskerðingarnar, og þá í kjölfarið á því vaknaði sú spurning hvert ættum við sem langar virkilega að vinna að því að breyta og bæta þetta kerfi, hvert getum við litið eftir fyrirmyndur? Þekkið þið eitthvað úr ykkar alþjóðlega starfi? Hvert, einhvers staðar eitthvað gott sem við getum stolið og staðfært? Þannig langar að spyrja það. Þá annars vegar varðandi kerfin og svo hins vegar kannski bara líka varðandi upphæðirnar sem að lífeyrisþegar eru að fá greiddar. Og svo kannski utan dagskrár þá væri alveg frábært, mér langar rosalega að tala við ykkur einhvern tímann borgaralaun, því að ég held að ég sé og talsvert annarri skoðun þar, en þetta ekki vettvangurinn til að taka þá umræðu, en ég lýsi mér sem sagt reiðubúna í þá umræðu einhvern tímann inn í framtíðina. Takk. Takk fyrir það, við skulum fá svör úr pallborði. Ekki best að byrja á Sigríði Hönnu? Já. Þú bregðist við þessari spurningu sem borin var upp hér síðast? Já, Hvaðan getum við stólið bestu hugmyndinni? Við vitum það bara að hinn Norðurlöndin eru með mikið minni tekjutengingar heldur en við. Við erum mikið meira með það sem kallaðist nýsjálenska kerfið, það sem alltaf verið að miða við þörfina, meðan hinn Norðurlöndin hafa meira verið að miða við réttindi. En það eitthvað sem bara að gera að skoða betur, og auðvitað hafa verið, þetta ekkit einhlít mynd, eða einsleit mynd, það ýmislegt sem hefur verið í gangi á hinum Norðurlöndunum, bæði gott og slæmt í þessu kerfi, en það hefur samt alltaf verið betur, svona almennt, betri lífeyrisgreiðslur þar og minni tekjutengingar en hjá okkur. Og mér finnst svona eðlilegast að við myndum líta til Norðurlandana vegna þess að við erum með líkt kerfi líka. En við erum með almannatryggingakerfi sem byggir á búsetu en ekki iðgjaldagreiðslur eins og til dæmis í Evrópu, nema náttúrulega lífeyrissjóðirnir byggja á iðgjaldagreiðslur, en við erum með þetta búsetukerfi eins og hinn Norðurlöndin. En ég fekk smá spurningu líka að við ættum að hætta að tala bætur, tökum orðið bætur út úr örorkumálinu og nota á laun og lífeyrir, og þetta bara mjög gott því að reyndar þegar ég skrifaði núna til dæmis og þegar við höfum verið að skrifa þessi mál og eins og í erindinu sem ég held, kynningu sem ég held áðan, þá passaði ég mig á að nota ekki bætur, orðið bætur, nema ég var að vitna í beint. Við erum hætt hjá Öryrkjabandalaginu allavega mestuleyti að nota orðið bætur vegna þess að okkur leiðist þetta orð og við notum orðið lífeyrir. Tíminn komin. En svo í sambandi bifreiðaskýrsluna, hún atvinnuþátttöku, ávinning af atvinnuþátttöku, örorkulífeyrisþega og ellilífeyrisþega, það eitthvað bara sem við þurfum að skoða betur. Þetta allt spurningum að gefa sér líka og finna svigrúm og tíma, því að verkefnin eru ærin og starfsfólki kannski ekki svo margt. Gott og vel, vilja fleiri bregðast við því sem framkom hér frá Spyrlum utan úr sal. Sigurjón, það var spurningu beint til þín að ég held. Já, ég hún varðaði eftirlitshlutverk skattsins, eða hvort að skatturinn að hafa frekar eftirlitshlutverk með þessum hlutum heldur TR. Ég vil bara segja það, Frímann, við erum skoðanabræður í þessu máli. Ég held að við höfum einhvern tímann talað þetta í einhverju umsögn að það hefur verið gott að hafa eftirlitshlutverk skattsins ríkara í þessu og ekki hjá TR. Að öðrum, þá kannski langar mig að svara öllum í einu, Einari Gunnlaugsinni, Einari
sem ég man ekki hvað son sem að spurði nokkra spurninga og það sem Frímann spurði lífeyrissjóðina. Það þessi stóra áskorun sem við stöndum og höfum staðið fram fyrir og munum gera það væntanlega eitthvað til framtíðar það sem mér finnst rosalega skrítin staða, það að segja að það búið að færa framfærsluna úr einhvers konar opinberu kerfi í einkaréttarlegt form. Það að segja að það eru lífeyrissjóðirnir sem að hafa þessa skyldu. Þeir setja bara sínar samþykktir sjálfir og hafa verið að breyta til dæmis hlutum hjá sér varðandi barnalífeyri og annað, þannig að þetta komi fólki mjög illa. Það sem vantar þarna að strúktúrera lífeyrissjóðina betur og það kemur á óvart hversu fáir gagnrýna lífeyrissjóðina og við mættum alveg fara að taka upp bara umræðu það hvernig þessi hlutir eru og hvernig við viljum sjá það til framtíðar. Við tökum aðeins á þessu í skýrslunni og tölum það að minnstakosti skuli vera þannig að einstaklingar hafi rétt til þess að láta endurskoða þær ákvarðanir sem eru teknar. Þess að fólk fái kærurétt. Svo spurði hún Bergþóra vinnuna, 20% starfið. Mér langar að svara því með tilvísun til 27. greinar samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Það bara sagt að aðildarríkin skuli tryggja það að opinberir aðilar ráði fatlað fólk í vinnu. Og þannig að það þarf að bara enn og aftur fullgildingu samningsins. Svo man ég ekki hvort ég að svara einhverjum fleirum. Ekkert mál, við skulum fá innlegg frá Ellen áður lengri haldið. Já, takk. Ég ennþá svo hugsað Bergþóru líka, þannig að ef þú sækir eitthvað starf og farið höfnum þá endilega leita til okkur í Öryrkjabandalaginu. Við myndum vilja skoða með þér, sérstaklega til hjá opinberum aðila. Frímann, við þrátt fyrir að við höfum skrifað vinnu- og velferðarstofnun þar sem að væri sameining þarna nokkurra stofnuna, þá fórum við ekkert mjög djúpt út í skilgreiningu á hlutverki stofnunarinnar annað en svona helstu hlutverk þessara 3 stofnuna eru samanað í eina. En eftirlitshlutverki ætti mjög vel heima hjá skattstjóra, ríkisskattstjóra. Ég held að það sé bara mjög fín hugmynd og eitthvað sem við ættum að skoða þegar við fáum að ráða hvernig allt verður á Íslandi. En það er líka annað sem langar til að tala um að að þessar hugmyndir sem að koma fram í þessari nefnd að það er ekkert þak, að þú ert með 50% starfsgetu þá getur þú bara starfað sem 50% lögfræðingur með 800.000 krónur á mánuði eða milljón eða eitthvað og það er ekkert þak og þú fær samt alltaf einhvern grunn frá Tryggingastofnun sem er alveg ótrúlegt. Að þá höfum við talað um það hvernig á að fylgjast með því að þú sérst að starfa 50%. Hvað er 50%? Eru það þá 4 klukkustundir á viku? Hvernig á eftirlitið að vera með því? Þetta er náttúrulega stór galli í skýrslunni og síðan er það ef þeir halda að fólk hringi þá inn og láti lækka sig eða hækka sig í mati 50% þannig að þeir haldi sérst allir örorkulífeyrisþegar fari bara að vinna. Að þá væri bara miklu eðlilega að gera svo Svíarnir gerðu að gefa bara 2 ár þar sem þú byrði ekki við neina skerðingar. Þannig að allir geti bara farið út að vinna, engar skerðingar í 2 ár og þeir gerðu það og það voru mun færri sem skiluðu sér aftur inn á örorku eftir 2 ár. Það verður bara mjög sniðugt tilraunaverkefni. Þannig að við höfum nú svo sem sýnt þeim og þeir vita þetta af alls konar svona lausnum. Þannig að, já, og svo var þetta endurhæfinguna, þá leggjum við líka til að menntun sé hlut af endurhæfingu. Í dag er endurhæfingarlífeyrir hægt að fá hann maximum í 3 ár. En við leggjum til að þú sést bara í stöðugu endurmati á einhverjum x-fresti og þú gætir þurft að vera í endurhæfingu í 5 ár, 6 mánuði, 7 ár, það er bara misjátt. Þetta er allt bara persónubundið. Þannig að við leggjum til að fólk fái endurhæfingarlífeyri eins og fólk þarf, það passar enginn í sama bóksið. Takk. Orðið tímatöluð, Friðrik, þú vildir aðeins bæta við, þessu fyrir nú að ljúka hjá okkur. Það vera lokaorð hérna hjá mér að ég held að það sé meira en þarft að skoða í raun og veru það að tvinna saman aldraða og öryrkja og til að mynda hlýtur að vera allt annar að það er að standa allt öðruvísi að atvinnuhvata fyrir 18 ára gamlan einstakling sem á 50 ár á vinnumarkaði eða manneskju sem hefur lokið í raun og veru sínu ævistarfi og ég er ekki að segja að það vegi að hegna
öldruðu fólki fyrir atvinnuþátttöku en staða þeirra bara allt önnur. Og þessir 8 milljarðar, þeir eru að fara til, líka bara til einstaklinga sem hafa verið með skerðingu vegna fjármagnstekna. Ég held að það sé ekki voðalega margir öryrkjar sem var að njóta þess, en sannarlega er það fólk sem voru 67 ára gamalt, það á einhverja eignir, vegna þess að það hefur í gegnum starfsævina getað komið sér upp eignum og jafnvel lausafé. Þannig ég held að þessi umræða, menn eigi að taka þessa umræðu alveg sjálfstætt fyrir hvern hópinn fyrir sig. Og svo kannski alveg svona í blálokkin, það sem að mér svona löskraði stundum í umræðinu hvernig menn skilgreina starfsgetu. Einhvern veginn hafa menn fengið það inn í höfuðið að 50% öryrki sé maður sem getur unnið í 4 tíma og punktur. Og maður var alltaf að reyna að segja, nei, þetta er ekki svona. Það er líka fólk sem getur unnið ekki öll störf sem að liggja fyrir og síðast en ekki síst er það fólk sem getur unnið í 8 tíma en það er ekki produktíft, það er að segja að framleiðinu þeirra er ekki á við aðra, það er hefur ekki með tíma lengdina. En það eru svo menn séu alltaf fastir í því að 50% öryrki, hann bara sé á fullu í 4 tíma og svo segir bara nú er í búinn. Og þetta er ofboðslega grunn hugsun, en á þessu byggist alltaf þessi hugmyndafræði. Takk fyrir þetta, Friðrik. Við förum að fara að fá varaformann Öryrkjabandalagsins hingað upp til þess að slíta ráðstefnunni. Helga Björk, þú byrjar. Þú fær 30 sekúndur til þess að koma með spurningu eða innlegg. 2 já eða nei spurningar til Öryrkjabandalags Íslands. Ég sendi áskorun til starfsmannasjóðs LSR, starfsmannaríkisins daginn að fara í málaferli við Tryggingastofnun ríkisins vegna brota á 72. grein stjórnarskrárinnar. Þeir hafa nú sent mér svar sem ég þykir ekki nógu gott og ég vil skora á Öryrkjabandalagið að hjálpa mér að andmæla þessu. Það stendur ekkert í lögunum, það megi ekki fara í málaferli hjá sjóðnum. Komdu með spurninguna. Svo er hins spurningin, ég fekk jákvæður undirtekt frá ríkislögreglustjóra það sem ég vil kæra Tryggingastofnun eða fástýru vegna arðráns og eignaruptöku og mér vantar að fá hjálp hjá lögmönnum Öryrkjabandalagsins og alla að gera það, já eða nei. Helga, þú ert alltaf velkomin til okkur og ert í reglulegu talsamband við lögfræðingan okkar, þannig þú kemur bara í heimsókn. Við skulum ekki gleyma því hérna fundargestir að ríkið er að fá 400 milljarða yfir sumartíman af útlendingu sem að ræði lífsækjana. Þannig að það nægir peningar til. Einar, þakka þér fyrir þitt innlegg. Við ætlum að halda hér dagskrá. Ég var búin að lofa að slíta þessu fyrir klukkan 5 og það er ágætt að standa við loforð sín. Ég held að þú sitt sama sinni sem það. En það er komið að lokum þessar ráðstefnu. Hún er búin að vera upplýsandi og fræðandi og skila gagni út í samfélagi og ég veit að hún á eftir að gera það á næstu vikum. Þetta snýst ju allt aukin réttindi til þeirra sem á þurfa að halda. En Halldór Sævar slítur ráðstefnunni núna og fær til þess 2 mínútur. Ég þakka fyrir mig. Ég hef grætt mikið á þeim orðum sem hér hafa verið sögð í dag. Takk fyrir. Já, það vill svo vel til að ég kann ekki á klukku, þannig að 2 mínútur verða 20 mínútur. Nei, kæru félagar, þetta er búið að vera langt í dag og þetta er mjög upplýsandi og það sem er líka gott út að ég satt nú einungis 5 nefndarfundi, 5 lokafundi í þessari nefnd og kom bara hann í lokin í nefndinni. En það sem er áhugavert hérna að mér finnst umræðan miklu dýpri heldur en var í þessari nefnd. Þarna var með fullu virðingu fyrir þeim sem sátt í nefndinni frá stjórnmálaflokkum og frá vinnuveitendum að það vantaði mun dýpri þekking sem hefur komið hér fram í dag frá ólíkum einstaklingum sem hafa komið hér upp og flutt erindi. Ég held að sé alveg ljóst eftir því sem þessar tillögur skoðaðar betur að þetta er ekki til hagsbóta fyrir öryrkja eða fólk með skerta starfsgetu og þá
er betra að stoppa og byrja upp á nýtt með þessu. En það sem er vont og hefur verið vont í þessari vinnu, hún hefur tekið allt og langan tíma og þegar við höfum verið að þrýsta á að bætur hækki, þá er alltaf sagt, já þetta er í endurskoðun í almannatrygginganefndinni. Og það er notað þá til þess að halda niðri bótunum. Ég vil líka hérna á lokum tala lífeyrissjóðana. Vegna þess að ég var formaður Öryrkjabandalagsins í maí 2008. Þá var ég á rosa flottri norrænni ráðstefnu þar sem lífeyrissjóðarnir komu meðal annars að og það voru að kynna kerfið í Norðurlöndum og þá voru lífeyrissjóðarnir mjög uppteknir af því að eins og með Ísland, við erum best í heimi. Okkar kerfi er svo frábært og ég var í pallborði og ég fekk þessa spurningu, hvernig verður lífeyrissjóðskerfið okkar eftir 50 ár? Ég held bara, já, ég veit það ekki. Herðu, í október, fyrirgefðu bónu bráð heilandi borði, í október hrundi kerfið. En menn voru, þú veist, menn sáu það ekkert fyrir. Menn voru bara, hérna, hvað gerist? Jú, auðvitað sáu menn þetta fyrir, en þau voru einhvern veginn að spóla svo upp í eitthvað, þú veist, já, hugsa hvernig þau eru æðislegt að lifa hérna á ellilífurinn eftir 50 ár. En, eins og ég segi, við höfum dýpkað þessa umræðu í dag og það skiptir máli að þessi umræðu hér nú komið úr mörgum félögum. Öryrkjabandalagið stendur á 41 aðildarfélagi. Það skiptir máli að við dýpkum þessa umræðu inn í aðildarfélögin, inn í grasrótina. Því að þessar, og þannig getum við unnið á því að stjórnvöld hætti með þessar tillögur gagnvart öryrkjónum. Við erum bara ekki búin að vera að fjalla varðandi ellilífeyrinn í dag, en höfum verið og leggjum það hreinlega til að þessar tillögur, eins og er lagðar fram, að þær verið lagðar til hliðar, en á sama tíma þarf að hækka bætur almannatrygginga. Og við þurfum ekki að bíða eftir því. Fyrir ekki að ég nota bætur, ég ætla að segja lífeyri. Þetta var bara svona mistök. Heyriði, en hérna, þakka ykkur kærlega fyrir daginn og höldum bjartsýn og berjumst áfram. Takk fyrir.